Jæja, Birgir, hvernig finnst þið smellið? Mér finnst það öfugt með það sem á að vera, sko. Ok, býtu. Ég átti ykkur af því, sko. Það eru bara lúðar sem smella svona á einum, sko. Erum við að taka báðar? Þetta er þetta... Já, meina það. Erum við að kleika taktinu? Já, þið eru dútarnir sem eru hérna á tónleikum og klappa svona. Þannig að þetta byrjar ekki vel, strákum mér. Og versta er þetta þáttu 46, sko. Já, við fengum líka... Ég var að vonda að vera eitthvað grín, sko, en þetta, hérna... Fyrst þið spurðið, þá er þetta ekki gott. Já. Men líka, við fengum sneiðar á sínum tíma að þið vorum ekki með Ray Parker, sko. Vorum með vitleysa útgáfu líka. Já. En mikið gott að fá þig, Birgir Jónsson. Takk hérlega, takk fyrir að bjóða mér. Sko, fyrsta spurning er alltaf svo sama. Birgir, þú átt hann nú eiginlega? Já, er einhver bakgrunn hjá þér í skák? Nei, ég hef alltaf verið frekar töff, sko. Ég hef alltaf reynt að vera frekar töff, þannig að ég get ekki sagt það, nei. Nei. Það er fljótlega greitt. Já. Okay. Þetta var styrst í þátturinn sem þið. Já, herri, takk fyrir. Sjáumst í næsta þetta. En dómjúsmenn, þeir vilja vita, hver er uppáhalds pítsainn á matseli? Ég er mikill Hawaii maður. Ok. Það er að því að ég er alltaf að reyna að vera mikill pöngari og forseti vill ekki ananas á pítsunar sínar, þannig að þá snarlega byrjaði ég að borða ananas á mínu pítsu, sko. Hann gera það svo töff. Já, ég er alltaf uppreist, sko. Já. Skemmtilegt. En ef við byrjum bara á því að þú sem sagt bara byrjum á ferlinum, þá lærirðu að vera, segjum maður bara prentari. Já. Offset prentari reyndar, heitir það nú. Ég einu sinni, þegar maður er að reyna að útskýra þetta fyrir fólki, sérstaklega svona aðeins yngra fólki, þá fólk heldur náttúrulega bara svona skrifstofu eða bara Nei, já, ég var svona smá villingur þegar ég var yngri og mikið músík og svona og tóldi ekki vel í skóla taldi það ekki vera fyrir mig, já, ekki töff og þannig að ég var svona fjölskylda mín svona tengist þessum prentbransa aðeins þannig ég var bara svona settur 16 ára eða 17 ára, ég var rekinn úr menntaskóla þá var ég bara settur í bara iðnnám og mér var bara sagt að foreldrum mínum sem voru þá og ennþá miklu stuðningsaðilar mín að ég ætla að búa heima hjá þeim þá skildi ég nú bara manna mig upp og gera eitthvað að viti við líf mitt og þannig ég var bara settur á samning bara og þetta er náttúrulega bara yngrein og lærið þetta. Hvaða menntaskóla var þetta? MK, var ekki alltaf góð vættir í þeim í dag? Svo ferðu út eða hvað? Já, síðan er þetta náttúrulega bara þannig að ég kannski áttaði mig á því því að ég var svona aðeins ég ætlaði náttúrulega bara að vera frægur tónlistarmaður eða semst ekki endilega frægur tónlistarmaður, ég ætlaði bara að vera tónlistarmaður og á þeim tíma var það bara sérstaklega með trómuleikar og var bara fullkomlega bara gott starf sem hefði bara geta gefið ágætlega af sér og en svo þegar ég var kannski rúmlega 20, 21 og þá kannski ég var búin að átta mig á því að það var kannski ekki raunverulega það sem ég vildi gera í líf mitt og þá bara var ég með þessa grunninnmenntun og var að reyna að finna mér einhver leið til að byggja eitthvað á það sko. Og fór þá til Englands og lærði ég raun og veru komst inn í háskóla þar og lærði svona rekstur eða svona viðskiptafræði og stjórnun á prent og útgáfufyrirtækjum print and publishing media management og komst þar inn í raun og veru svona svipað eins og komast inn í arkitektanámið og vera smiður kemst svona inn í viðskiptanámið út af því að ég var með praktíska þekkingu og reyndar bara háskólakerfið í Englandi var mjög opið fyrir því hann var það ekki á Íslandi ef maður var ekki með stúdentspróf komst ekki til háskóla og ég er ekki með stúdentspróf þannig að ég svona komst inn bak þeirra megin Skemmtilegt Já, hvenær svona færðu fyrsta skrefið í alvöru business? Já, ég náttúrulega kláraði hennan skóla hann úti fer svo eiginlega fyrir að vinna hjá reyndar amerísku svona Fortune 500 fyrirtæki í City á London svona risastóru svona prent- og upplýsingafyrirtæki og erum að vinna rosa mikið með svona semst í City þetta er semst þegar í hlutafjárútboðum eða einhverju svona þegar það voru svona prospektusar þannig að var kannski ég veit ekki þetta var svona kannski 98, 9 eitthvað svona netið ekki alveg komið svona eins og við þekkjum í dag þetta þannig að það gekk rosalega mikið út af það þegar það var kannski stórt eitthvað áferring eða einhver svona skráninga IPO eða eitthvað þurfti náttúrulega að koma upplýsingunum til allra fjárfesta
á sama tíma. Þannig að þetta fyrirtæki sem ég var að vinna hjá, eitt stærsta svona prentfyrirtæki í heiminum, tók bara yfir þetta framlýsluferli og ég var mikið í Hong Kong og Sviss og út allt, basically bara við að svona prenta bækurnar og þetta var svona eins og símaskrar með öllum upplýsingunum sko og svo var logistikinn að dreifa þeim bara til allar hluta bara bankar og DHL alveg og Mótihól og allur anskotin og þannig að ég svona kom staðins inn í svona þessa viðskiptalega heim þá sko og síðan tók ég MBA út í London eftir það og kom svo heim og fór að vinna í Íslandspaka og já, þannig að ég svona, já, þetta er bara, allir sé ekki akkurat rétt 20 ár síðan núna, ég klára MBA mitt og kannski kem svona aftur heim sko. Já, þú komið víða við. Það má nú segja. Já, það má segja. og hreyfilsmenn, þeir elska fólk sem fer frá A til B. Þeir eru aðeins að höggvætt í að þú er búið til, já eins og segir, í Hong Kong og Rúmeníu, Búlgaríu, Ungverjalandi, bara fleiri stöðum. Hvað leiði best? Já, hreyfli. Nei. Það var líðan öllu best þar. Nei, ég ætla bara að segja ég er í straffi þar sko. Við það sá baku það? Já, hún er ekki sögð hér. Nei. Ég byrst afsökunar. Því ég er aflétt núna. Já, takk. Nei, þetta er nú bara grín. Mér leið best í Hong Kong. Hong Kong er bara frábær borg og þetta er svona bara höfuborg viðskipta og í raun og veru kapitalismas í Asíu sko. Maður skjóti inn í, þetta eru 3 eyjar, á hvað eyju varstu? Ég var á Lantau. Já, Lantau, já. Hong Kong er sem sagt Hong Kong Island og það er svona miðbærinn og ég bý á sem sagt að ég var bara með fjölskyldu og það var svona þægilegt fyrir útlendinga að búa þar, svona expata kommuna og síðan er Kowloon sem er partin á meginlandinu og en allt bara snýst þetta kringum þess að höfn hann sko. Algjörlega. Og en þetta var svona, ég var raun og veru bjó í Hong Kong, ég var ekkert sérstaklega mikið að vinna í Hong Kong, ég var semst í Össuri og varum að byggja upp, ég var svæðistjóri yfir Asíu með Austurlöndum, Afríku og Rússlandi og einhverju svona, en aðaldjópi var raun og veru að byggja upp Kína. Þessi minni mörkuðu. Já, að þeim tíma sko, þetta breyst svo mikið sko, að þeim tíma þegar maður, þetta er svona 2001 sko, þegar maður var að koma með þessa hugmynd bara í Össuri til dæmis að fókusera á Kína, þá var það ekkert sjálfsagt sko. Núna er þetta náttúrulega bara, við veitum alltaf Kína er bara það sem hlutinir er að gerast, en það var, ég raun og veru byrjaði að vinna í Japan sko. Já. Það var svona markaðurinn og ég var alltaf nokkra vikur í einu í Japan en maður var alltaf á þessum sýningum og alltaf hitt einhver aðra önnur fyrirtæki og businessmenn og það var allir alltaf að tala um Kína, maður fór að skoða þetta og þannig einn daginn sko var mér basically bara sagt að þegja og skrifa þá bara þetta businessplan. Já. Og bara hvernig við ættum að byggja upp Össur í Kína og það var enginn sem hefði áhuga því sko. Það var 0 sko. Og ég var í einhver 3 ár held ég að keyra og ég meina þegar ég bara mætti með einhverja ferðartösku fulla af einhverjum gervifótum sko, þá hefði bara aldrei vara frá Össuri komin inn í Kína, það var bara engin pælt í þessu sko. Nei. Og nokkrum árum setna þá voru bara komin í 20 starfsmanna ef ekki 100 sko, og bara starfstöðar og allt sko. Var þetta fyrst bara svo að selja ferðargufubað eða eitthvað? Já, bara, það er allavega pínu töff sko. Sko, þarna erum við að tala um störfætir sko. Ég segi þetta nú í gríni sko, en þetta var oft, það er svo frábært með eins og Össur sko, og kannski Marel einhver leiti, en sérstaklega Össur að ég held að svo stóra ástæði fyrir því að þessi fyrirtæki að ná svona miklum árangri er að það var svo svakalegt input af talent af fólki sem kom inn. Ég man bara ég á þessum tíma, ég er hvað er rétt undir 30, er að koma úr MBA-nám í útlöndum sem var ekkert eitthvað að tekið upp á götinu á þeim tíma og þarna var fólk, alls konar fólk að koma frá MIT og Stanford og bara fullt af flottir menntun og maður bara var sko, maður mest í gæin í bænum að vinna í Össuri sko. Og það er ekkert sko, endilega þannig í Bandaríkjunum með einhverjum svona stærri löndum að fólk með svoleiðis menntun og sérstaklega svona alvöru tæknimenntun og verkfræðingar og svona biotekniks fólk og svona sko væri eitthvað endilega að fara inn í svona skrítin og lítin og svona íhaldsaman business eins og stóðtækja business og svo fórum við bara að ferðast og fórum á svona alþjóðlega sýningar og þá kemur þetta svona tiltölulega unga velmenntaða svona alþjóðlega fólk inn í einhvern svona bransa þar sem að fólk er bara svona rosa staðnað. En mér fannst bara, ég gæti ekki ímynda mér flottara fyrirtæki heiminum að vinna hjá Össur á þeim tíma.
og það endurspeglast í hvernig þú talar viðskiptaðinni, hvernig vörur þróaðar, það bara svona verður til einhver svona kultúr sem að þeytir fyrirtækin áfram, þetta á sama tíma líka og fjármálaheimurinn á Íslandi er að stálpast og kaupþing og er að vera til og fjármögnininn og alltaf skráð og fyrir að kaupa fyrirtæki og raða saman einhverjum svona, veist, það vissi enginn hvað er í gangi bara í heiminum í þessum bransa sko, þannig að þetta er svo sér íslenskt sko, að koma öllum svona atræðlingsbraut inn í svona skrítin business sko. Já, og mikill vöxtur þarna á þessum tíma. Já, bara ótrúlegur, ég meina, en samt er þetta svo skrítið mann sko að þegar ég var alltaf að fara einhverja kynningar fyrir einhverja kuna, einhverja spítala og eitthvað svona sko, þá var maður alltaf að segja, veist að veltan okkar er $60 milljónir á ári sko, og þetta var bara mesta peninga eitthvað sem ég gæti ímynda maður til heiminum sko, og náttúrulega bara ekki sérstaklega mikill, og ég menn ekki hvað össur núna bara $1 eða eitthvað, ég vil meira sko, þannig að þetta er á ótrúlega stuttum tíma búið að gera stratt og sami fórstjórinn, Jón Sigursson, sem er náttúrulega bara einhver óöfmenni sko. Já. En hvað var til þess að uppreisnarsegurinn þú ákast að taka þessa uppeyju og bara móti skólakerfinu til að byrja með, en síðan eftir farin að skipa í flokk eins og þú segir með bara alveg töffurum í Össuri? Já, ég var bara kapitalist svín sko. Já. Ég fattaði bara það. Nei, það var bara raun og verið þannig sko að nei, það er nú kannski smá grín en samt ekki alveg. Ég áttaði mig bara því að kannski svona væntingar mína til lífsins, ef ég bara er hreinskilinn og bara hvað ég myndi vilja gera við lífið og ég áttaði mig bara því ég væri ekki listamannstýpa. Ég væri ekki bara týpan í að ég gerði bara efnislegri kröfu til lífsins og ég bara segi það hreint út að maður er bara drifin áfram einhver leiti af því sko. Komið þessi kaflaskipti einhver tíman, var þetta einhver tímapunktur sem hugsaði bara, ok, ég ætla ekki að verða trommari að atvinnu, nú ætla ég bara að snúa mér full fókus á business? Eða? Já, ekki kannski einhverjum einn degi en svona bara með einhverjum svona ákveðnum þroska og ég ger alls ekki lítið úr og ég hef stórum tímabili mín eftir það sko, orðið miklu meiri listamaður en businessmaður og breytt svo aftur úr því sko, þannig ég ber mikla virðingu fyrir svoleiðis fólki og gríðarlega mikla virðingu, en ég áttaði mig bara því að ég var kannski ekkert endilega svoleiðis aðeinsfæri sko, og svo þegar ég fór að vinna í business og þá fór ég svona átta mig á því að ég er til dæmis ekki góð með tölur, þú veist ég er ekki góður í, bara ég er það liggur ekki vel fyrir mér sko, ég þarf að hafa fyrir því, það er ekki þannig ég skilja það ekki, en það er ekki náttúrulegt fyrir mér. Ég er betri í sko strategi og ég er betri í markas- og sölumálum og ég er ákveð með fólk og svona, og því ég fór að átta mig á því að ég hefði einhverja styrkleika sem að kannski pössu inn í viðskiptalífið, því að ég hafði alltaf kannski verið með miklu svona sko einfaldri hugmyndur þetta væri bara, maður þurfti bara að sitja í Excel alltaf dag, og ég áttaði mig á því að ég myndi aldrei geta gert það en ég áttaði mig á því kannski að setna að ég hefði kannski eitthvað annað fram að færa sko, og maður gæti actually unnið í viðskiptalífinu bara á sínum styrkleikum sko, og þá fannst mér það bara jafn heitlandi í raun og veru og músík sko. Algjörlega. Já, ég bjóði á hliðin á Hong Kong, mér ástu svo krátið þarna sko, mér var bara innlokunum kent þarna eiginlega bara. Hvar bjóstu? Ég bjó alveg syðst í Kína í Jungsang heitir það, tók ferri hana á milli klukkutími. Ok, hvað varstu að gera það? Þetta er nefnilega ekki þáttur mig, en ég tók fyrsta ári mentor og en svo kíkti ég til Hong Kong fyrir svona rétt fyrir COVID og ég skil hvað átti sko. Já. Einmitt, og það var líka dálítið sérstætt bara fyrir mig, veist, ég held að fólk hefði bara ekki séð hvíta mann það sem ég bjó sko, og svo bara að fara til Hong Kong sem þetta var bara íða alltaf ykkur viðskiptalífi sko. Já. Var það eitthvað triks í eldamennskunni þarna? Já, ekki ég var svo ungur. Nei, ég get nú ekki sagt það sko. Ég sko, þetta var auðvitað svolítið svona umbreytandi sem maður þurfti svona svolítið að horfast í augu við ákveðna hluti. Ég kem hana til dæla ungur með þáverandi konuna mína, hún var ólétt, við förum að leiða okkur einhverja íbúð og fasteignasalinn sem er að leiða okkur þetta sýnir okkur þess að fína íbúð og svo er einhver lítið herbyggi, svona lítið íbúð fram með einhvern veginn og hérna er sem sagt heimilishjálpin, hún býr hér, eða sem sagt þernan ykkar. Og við bara, við erum frá Íslandi sko, við erum ekkit í því sko, og hann bara horfði á okkur eins og verðum að segja bara við notuðum ekki rennandi vatn sko. og svo náttúrulega bara hófum við að búa þarna og áttum okkur bara mjög fljótt á því að það er bara, veist, það var bara svolítið mikill lúxus að geta verið með svona
heimilishjálp sko og réðum okkur svoleiðis stelpu sko sem var Philips-heim og bara lenskaðin í Hong Kong og hún sá náttúrulega bara það var náttúrulega svona eins og segi fyrir einhvern svona 28-9 ára, ég man ekki hvað sko, einhvern strák frá Íslandi sko að fara bara alltaf inn að gefa einhvern svona matseðil heima hjá sér skilju, bara hvað á að vera í matinn sko og svo bara elda á það sko og og bara þegar maður vaknaði þá var bara búið að kreista appelsíndjús og rista brauð eða beiglu eða hvað sem var alveg sem maður vildi sko. Og þetta var svona í fyrsta skipti sem maður bara svona horfði á sko, þurfti svona að horfast í augu í sína eigin og svo þetta er langt síðan, ég veit ekki alveg hvort ég myndi fílda núna en maður þurfti að horfast í augu við svona, ég veit ekki hvort ég að segja sína eigin fordóma eða maður hefur aldrei alveg upp við svona og þetta snerist ekki beinlíns, þetta snerist ekki beinlíns um einhverja peninga sko. Þetta var ekki einhver svona luxus þannig sko. Þetta var meira bara svona fólk var bara búið að ákveða það að þú hafði bara lítinn tíma til dæmis með börnunum þínum og fjölskyldunum þínni og mikið að vinna ég meina til dæmis að því eignaðist barnana sko, þau vorum í hissa sko, að við ætlum að eiga náttúrulega fæðingu sko, því að það er hæsta tíni sko, keisara skurða í heiminum er í Hong Kong allavega á þeim tíma því að þarna var fólk bara láta passa inn í bara vinnudagatalið skilu og bara sumafríin sín og bara barni kom ekkert bara það kom bara fösti eftir hádegi þá var það helgin skilu og pappin fekk bara þú veist mesta lagi sko frí í vinnunni bara aftur nún sko og nú er ég ekki að tala um Kínverjana sko, nú er ég bara að tala um evrópsku sko bara fundabóð bara fösti eftir hádegi bara þannig að það var svo mikið af svona hlutum sem svona læriði að heimurinn kannski ekki alveg eins og þannig að þá var bara búið að ákveða það að tímanum er þá best varið í ekki að þrífa húsið eða eitthvað svona sko og svo náttúrulega viðskiptalífið snýst rosalega mikið sko dinner á kvöldin og alls konar svona sósíallíf og það er bara fjölskyldan er einhvern veginn svona þú þarft einhvern veginn bara að láta það ganga sko og það er bara ekki hægt að gera það ef þú ætlar að gera það allt og líka vera að sækja leikskólan og allt það er bara ég er ekki að segja sér gott en svona var þetta bara þannig þetta er bara svona eins og ég segi, höfuðborg kapitalismas og það var bara einhvern veginn fjölskyldu norrænu gildi voru bara ekki þarna í háum höfð. Algjörlega. En hvernig var það með viðskipta þetta? Þegar nú, ég las einhvern veginn Shoot Dog eftir Phil Knight og hann var hann í viðskipti við Japana. Frábær bók. Sko. Já, mjög góð bók. Og hann talaði að það væri svo mikið af siðum og óskrifuðum reglum, sérstaklega hjá Japanum, kannski líka hjá Kína, ég veit ekki. Var þetta eitthvað sem þú þurftir að læra og upplifa alveg upp á nýtt eða? Sko, ég eiginlega tók þann pólinn í hæðina sko að hafa sína virðingu fyrir þessum hlutum sko og skilja eins mikið og ég gæti skilið en átta mig alltaf á því að ég væri útlendingur og það sem er eiginlega verra í þessu er þegar maður er að þykjast kunni eitthvað pínulítið og gæti þá mögulega farið að senda einhver röng skilaboð þegar maður gerir þetta vitlaust sko og þess vegna er oft sko maður sér fólk kannski vestræna einstaklingar sem kannski tala japansku eða tala kínversku en þeir gera það ekki í viðskipta heiminum sko. Þeir bara hafa það bara svona persónulega sko að því þú gætir alveg verið að segja eitthvað vitlaust eða ef að þú ert kannski að sitja til borðs og ég veit að ég á að hella í glasið hægra megin í heiðursgestinum og ég geri það og þannig að Kínverjinn eða Japanin fattar að ég er að gera eitthvað rétt og svo ger ég ekki eitthvað annað. Já. Er það intentional sko? Er ég fullt af svona hlutum þannig að það er eiginlega betra að vera bara svona eins og Kínverjinn kallar svona gvælu sko, svona bara svona draugur skilur sem veit ekki neitt og þá er maður heldur ekki að móðga neitt sko. Nei, en bara svo tegnum smá mynd, það er samt fullt af síðumanna sem að þeir lifa eftir. Já. Eins og þú segir, það er bara veist aldrei hvað þú ert að gera, hvort þú gæti verið að stíga eitthvað feilspor. Nei, og ég meina ég var búin að vera og ég skildi þetta ekki sko, þegar ég var búin að vera í Hong Kong örgulega í 1 ár og sérstaklega í Kína sko að ferðast og eins og Össur gerði þetta á þeim tíma það var sko við vorum að halda sko svona námskeið þannig að maður raunur var að ferðast ég ætla var svona í sölu og kommersialmálunum og var kannski með sko sjúkraþjálfara stóðtækjafræðinga og svoleiðis fólk með mér og við komum inn á svona spítala og sögðum bara við deildirnar og einhverja bækluna skurðlækna eða eitthvað svona svoleiðis fólk komum ég bara með erfiðustu keisinn og vorum þarna kannski 1-2 daga og össur af fólki í raun og veru tók keisinn og svo bara og þetta voru sko einhver sko mögnuðustu sko augnablik ævi minnar að
sjá kannski bara ungt fólk sem að kannski lent í mótjólaslýsi eða verið með einhvern fæðingagalla, allt í einu gata bara labbað og eða einhver sem lent í slýsi og mist fótinn bara hlaupand og fólk bara grét og þú veist, þetta var algjörlega life changing dæmi sko. En við vorum búin að fara sko, bara allt Kína, bara ég var stanslist á ferðalagi, ég held ég að verið sko 200 eitthvað daga á ári sko, on the road sko. Og aldrei keypti neitt. Ég var ekki búin að selja fyrir $1 sko. Nei. Og liða á Íslandi og segja bara byggi, hvað að frétta þarna? Já. Þú veist, það bara ekkert að ferðakostnaður og... Eru þið bara með eitthvað túrista þetta? Já, bara, þú veist, hvað það að gera þarna? Skil, þetta engin markaður þarna. Þú var lappa Kínamúrin bara. Já, ég veit sko. Og svo bara eftir einhvern x tíma og þá einhvern veginn bara lítill heimur eins og allstaðar í öllu, einhver klíka mönnum sem að ræður ríkjum sko. Þá þurftu við bara að sjá að við verðum að meina þetta. Svo bara allt í hennu var bara svo flóðgatinu opnuð sko. Þá bara þú veist, eru þið að koma hérna, ætlið þið svona eitthvað að exploita Kína eða eru þið að sína alvöru commitment að vera hérna sko. Og þá erum við búin að ráða Kínverja í vinnu og vorum svona, veist, vorum kannski bara allt og naív sko. En þá allt í hennu bara fór þetta hreyfast, því að þá vorum við bara búin að vinna groundworkið og kannski búin að fara sko 3-4 sinnum í sama héraðið og sama einhvern sko, þetta náttúrulega borgir sem ég get ekki haft eftir núna því þetta ekki sko borgirna sem einhver þekkir sko. Nei. Og og hann kannski búin að hitta sko, taka dinnerana og taka karaoke og taka alla drikkjuna, gríðaleg drikkja sko í kringum businessin í Kína sko og aldrei var neitt keypt og maður alltaf kom maður aftur og alltaf var maður í boðið aftur og alltaf hélt maður að núna myndi þetta fara að gera sko og ekki gerðist og ég held í alveg að þetta verið 1 ár alveg bara upp á daglíku þangað til að bara fyrsta pöntinu kom sko og þá fór þetta bara tikkaðist alveg inn sko. Já. Maður læriði mikið af þessu að þetta gerist ekkert í einhverju svona þetta tekur allt tíma sko. Algjörlega. Sorry, mér finnst það bara svo áhugaverður heimur af því að maður svo gegnsýrður af vestrænni menningu, maður heyrir svo lítið af þessum og heldur að hún sé svo eina rétta sko. Já, algjörlega og þetta kannski smá stereotýpa sem ég er að fara að fletta á hana á fræðið hinni já, fá fræðið minni en eins og tala þetta mikil drykja Kínverjinn gat hann drukkið mikið? Já, það alltaf munur á Kínverjum og Japan sko. Já. Kínverjinn geta drukkið mikið og drekka mikið. Japanir sko geta ekki drukkið mikið en halda geta og drekka mjög mikið þannig að það oft mjög vandræðilegt. Það mjög þægilegt að vera í business í Japan út af því að það mjög gott fyrir lifrina sko því þeir eru náttúrulega bara dauðir strax sko. Kínverjnir eru rosalegir svólar sko og ástæðan fyrir því að ég fann mig ekki í Japan en fann mig miklu meir í Kína að því ég er svona nautna seggur sko. Mér finnst gaman að borða og drekka og hafa gaman og njóta lífsins og svona. Kínverjnir eru svolítið þar. Ég fann það ekki nóg mikið í Japan sko. Nei. Það er miklu fókuseraðara og miklu svona leyndara og svona meðan Kínverjnir eru bara svona þú svona situr í stóran sófa og ert svona svolítið maðurinn og svona meðan Japanir er þetta miklu svona einhvern veginn svona meira lín sko. Og en sko það þekkja það allir sko sem að hafa gert business í Asi og ég var náttúrulega með þó ég sé að tala mikið um Kína þá var ég líka með Kóru og ég var líka með Tævan og Japan og Singapur og svona ég var alveg stansleysi ferðalagi sko og svo skaust ég alltaf til Moskvu líka þannig að allir þessi staðir þetta er miklir djamstaðir sko að það sem að ég áttaði mig á og mér var kennt sko af svona fólki sem var í þessum lífstíl það er alveg fáránlegt að segja þetta, maður kannski ekki að segja þetta í svona virðulegum hlaðvarpsþætti sko. Það er valjóð í ristilhreinsun sko. Svona, það er nefnilega það sem að þessi eru löngu búin að fatta Asíubúarnir sko. Þeir bara fara og hreinsa allt ræstlið út sko. Þú ferði í öll þessi lönd, þú ert alltaf að mismandi vatn og mismandi mataræði og stíplast bara allt kerfið sko. Þannig að maður alltaf bara leið alltaf svo ógeðslega illa sko. Og svo er þetta eins og segið alltaf einhverju dinner og alltaf mikil karaoke og svona sko þannig að maður líka svo vökvalus, svona dehydrated sko, sem maður gerist náttúrulega bara ef maður drekkur mikið sko. Og þannig að þeir voru með svona hydrocolonic therapy heitir það sko, bara flott klínik sko, bara allir í prata skiluru og bara svo rosalega flott sko
fer bara inn og ég ætla nú kannski ekki að fara í öll smáatri en þetta ansi grafíst sko. En það öllu draslinu pumpað út og með vatni þannig að þú dehydratast alveg aftur sko. Og þegar að viðkomandi sem að vinur minn sem að kendi mér þetta það bara umbreytti lífið mínu sko. Þannig að þetta voru allir businessmenn sko, í Hong Kong með algjörlega hreinu sko. Þetta var bara eins og að fara í nutt sko. Bara til þess að halda kerfinu gangandi sko. Og þetta heldur kerfinu gangandi og leiðir mönnum að halda áfram að keyra í sig og svona framvegis. Já, og líka bara öll þessi mismöndi mataræði sko. Svo verið kóri og allt þetta kimchi og allt þetta sko, súrsaða dót sko, og svo ertu kannski komið bara næsta dag til Moskvu sko. Þá ertu bara komin í einhverja hardcore vodka-drykki skilur. Þannig að bara, maður horfir bara á meltingakerfið sko. Það fer allt í bara rugl sko. Þannig að þetta er nú ekki það sem við ætlum að ræða í kvöld en þetta er samt alveg Jú, við ætlum bara að tala um þetta í kvöld Ég held að ég var að hafa skák sko. Nei, heldur betur ekki Sko, þá skulum við færa okkur yfir í smá Allt aðra sálma Allt aðra sálma Mjög gott Einföld spurning það er einföld að spurninga Einföld að spurja, erfitt að svara henni Akkur fóru Iceland Express og WOW á hausinn og hvað getur Play lært af þeim félögum? Já, þetta er náttúrulega klassísk. Já, þetta er frábær spurning og það er auðvitað að segja $1 million spurningin, hún er miklu stærri en það. Sko, ég hef alveg rosalega mikið respekt fyrir Skúla Mogensen og ég hef rosalega mikið respekt fyrir WOW. Ég kom aðeins svona persónlega inn í WOW á tímabilið sem ég var aðstofafórstjóri. Svona þegar að WOW var kannski á 2014 til lok 2015 eitthvað svona kannski Á hvað stað er WOW þá? Þá er WOW í raun og veru ekkert á ólíkum stað og Play er núna. Það er raun og veru bara, það sem ég var hjá WOW þegar við lónsuðum sem sagt Bandaríkjafluginu og líka bara snérum tapi í hagnað þar með sem er svona svolítið forsenda fyrir þessu kerfi sko. Og svo bara gengur það bara mjög vel. WOW gekk í sjálf sér bara greiðlega vel í einhvern ég man ekki alveg 2 ár þar og eftir sko. Svo eins og Skúli Mogensen hefur útskýrt ofta mikil auðmýkt og ég hef mikla virðingu fyrir því að hann þarf ekkert að gera það og hefur náttúrulega fengið sko gríðalega gagnrýni en það er enginn sem tapaði eins mikið á WOW og hann þannig að hann átti bara félagið einn og tók sínar ákvarðanir og tapaði þá bara sínum peningum þó að einhverju aðrir hafa kannski mögulega tapað eitthvað á hliðinni líka en þá er þetta hans peningu sem hann lagði undir og öll þessi ár sem að WOW var í bullandi tapi þá var hann bara að dæla út peningum og ég man það bara að þá komu alveg nokkuð mánaðamót sem ég var hjá WOW sem að við áttum ekki fyrir launum og við gáttum einhvern veginn tafið það í nokkra daga með að Skúli var bara persónlega að leggja inn á félagið sko. Og þetta er ekkit nokkra milljónir skilur Nei. Þannig ég hef rosa respekt fyrir þessu síðan hefur hann bara komið og útskýrt það sem WOW gerði náttúrulega rangt kannski að þeir fóru þeir bökku aðeins frá þessi svona hardcore lággjaldda konsepti að þeir voru með of marga flugvélategundir, þeir fóru út í breiðþotur sem er bara miklu dýrara og miklu flóknari operation en WOW var í og Gerðu þið það þá að því að þú getur tekið fleiri farþegum þá? Eða? Já, þá ertu bara komið kannski, ég man ekki alveg allavega 300 seta flugvélar skilu ef ekki meira, farin að fljúa á LA farin að fljúa á Indland Samanborið við hvað er hina vélarnar? Já, kannski 200, 170-200 sko. Og líka sko, í flugina töluðum sko, narroboti vélar eða svona single aisle með 1 gang og svo whitebody sem eru með 2 ganga sko. Og það er bara, þessar stóru vélar eru bara miklu það eru bara miklu dýrari í öllum. Er þetta ekki bara svo að dýran bíl ef maður bílar að þá er það miklu dýrara? Já, og bara líka afkasta þetta er náttúrulega snýst líka bara þú ert að setja þá miklu fleiri sæti inn á einhver ákveðna flugleið og þá þarftu náttúrulega miklu meira voljum en það er náttúrulega einhvern veginn að keyra verðið upp þannig að menn eru svona svolítið að sko drekja bara einhverju markað í afkastagetu sko. Þannig að það var fullt af svona hlutum sem að klikkuðu og hann hefur bara viðurkennt að það var stór hluti að þeirra vandamálum. Svo náttúrulega var fyrirtæki bara orðið svo stórt. Það var bara komið yfir 20 flugvélar, ég man ekki hvað þetta var að velta 70-80 milljörðum. Þetta er ennþá bara 8 af einum einstaklingi. Þannig að baklandið var ekkit sérstaklega sterkt á svona stóru félagi, mátti ekkit við einhvern svona skakkaföllum. Þannig að það fór sem fór. Sko, Play er náttúrulega svona við fyrstu sín ekkit ólíkt flugfélag. Við erum með
rauðar en ekki fjólbláavélar, við heitum play en ekki vá, skilur, það einhverjum leiti sama fólki sem er eða sem sagt, fólk með sögu úr vá sem er að vinna hana og sérstaklega áhafnir og svona, en undir húddinu er það sem skiptir máli og þar skiptir það máli að við erum með gríðarlega fókusera módel sem er raunur hægt að útskýra bara einfalda með því að við ætlum ekki að gera mistökin sem ágerði sko. og með því að fara í þessa flóknu operation og sko það sem skiptir máli í þessu sko er að ef þú ert með eina flugvélategund þá ertu líka með sko þá ertu með sömu þjálfun á öllum áhafnunum, þú ert með sama varalhutalagarinn fyrir allt, handlingssamningarnir í útlöndum þegar þú lendir þá þarf ekki að semja einhvern veginn stundum ert að koma á þessari flugvél svo kemur einn daginn og miklu stærri flugvél þá skilur við fyrst svona flækjustíði sko þannig að þetta er þannig að við erum bara með eina flugvélategund og þannig að það getur allt flætt þar á milli, þú veist allir okkar flugmenn og flugfreyjur og allt fólk getur unnið allt bara á hvaða flugvél sem við setjum inn á hvaða degi sko og þetta er ekkert ný vísindi sko, þetta hefur alltaf verið það var allir alltaf vita þetta en þetta er eiginlega tækifæri sem kemur upp í COVID sko, að það hefur aldrei verið hægt að fá þessar flugvélar eins og við gerum núna, svo held ég áfram að telja upp, svo fyrir við á markað og við erum bara greiðlega vel fjármögnuð, við söfnum einhverjum $90 million bara í kassi, við skuldum ekki krónu sko. Kom það þér á óvart hvað þetta gekk vel útboð? Nei, það gera það ekki. Þegar náttúrulega það voru nokkur komin undan einhver sem voru að sína konseptið á þessum tíma en þetta hefur vantilega verið töluvert lengur í bígerð. Já. Þannig að væntingarnar voru kannski aðeins búin að byggjast upp eða eitthvað, eða byggust þið bara við svona fantagóðu? Sko ég get ekki beinlega sagt að við erum búist við því en svo segir sko það auðvitað Saga Player það er einhver hóparna sem hafa búið að byggja okkur grunn sko og síðan fer þetta svona að hreyfast núna fyrir svona ári síðan. Má búin að heyra þessu alveg 2019 eða ekki? Já. Og svo er náttúrulega líka bara það er bara rosalega flókið að stofna flugvél. Þetta er ekkert einhver ísbúi í Brjóvaldi skilu. Þetta er ekki svo stofna podcast. Nei, þetta er núna flott sett upp í okkur hérna. Takk fyrir. Þú veist bara allir þessu flugrekstrar sko bara að fá flugrekstrar leyfið og þetta er ótrúlega pappisvinna og bara svona hluti sem þurfa að vera á hreinu og tekur tíma og en það sem gerir síðan kannski fyrir ári síðan að það eru bara fjárfestar bæði á Íslandi og bara annar staðar því að Play er ekkert eina startup flugfélagi í heiminum, ég meina það eru nokkur í Skandinavíu, Flýr og Nors og fleiri flugfélag sem hafa gert nákvæmlega sama, skrá sig á marka á sama tíma og þau fara í starfsemi og fjárfesta sjáu þetta alveg hvað er að fara að gerast á einhvern tímapunkti ef veðjar á að COVID hætti einhvern tíman, þá vitum við það alveg að ferðaþjónustan fer á svingahattur og það verður eftirspurn eftir flugferðum og ef þú getur notað kassið eins og við gátum gert til að tryggja sko lágan kostnaðarfót inn í framtíðina, bara til þess að með flugvéla og fá hagstæða flugvéla kjör í einhver 10-12 ára og svona þú getur nota bara styrklegan og þetta er alveg þekkt í flugbransan bæði Ryanair og fleiri flugfélag hafa keypt eða leigt flugvélar inn þegar markaðin hefur tankað sko. Þú veist, ég meina þetta bara eftir 9/11 ég held að Ryanair hafa komið og keypt nokkur 100 vélar frá Boeing og svona eða það eru nokkur svona punktar í sögunni þar sem að þú ert bara hefur fjárhagslega styrka bara kemur og tekur bæði dip and hold segir. Það er bara svolítið henni þannig að það er bara nákvæmlega málið og þannig að það kom okkur ekki óvart að fjárfestar sem að hefðu annað búið áhuga á þessum business og sæju tækifæri bara ferðþjónustunni eins og Íslandi hefðu áhuga á þessu sko en auðvitað voru við rosalega þakklátt fyrir að fá þessa sérstaklega allar þessa einstaklingar sem kom það voru einhver 4.000 hluthafar sem stimpluðu þess inn sko. En kom það einhvern tíma til greina hvenær var aftur fyrsta flugi, ekki bara vera 24. júní þú veist, kom það einhvern tíma til greina að bara halda spilunum þetta sér og leyfa COVID að klárast? Já sko við aftur sko við gátum gert þetta þannig að til dæmis með þessar flugvélar sem við fengum við gátum fengið að þeim kjörum að við raun og veru borgum bara fyrir hvern flogin flugtíma. Já. Þannig að við raun og veru erum búin að fljúga svo rosalega lítið þangað til raun og veru núna sko. Og höfum getað svona stilt upp áætlun okkar þannig að við þurfum ekki að þenja okkur eitthvað upp
og það verður að taka ákveð tillöp þú veist, það er rosa sniðugt að segja, byrjum bara núna þegar markaðurinn að fara upp, en maður þarf að vera búin að þjálfa áhafnir og áhafnir þurfa bara að fljúa x marga flugleiki til þess að mega fljúa, þannig að maður svona svolítið bólgin af starfsfólki, því að það kannski fyrir hvern kannski þú ert með þrjá fluglega aftur í en þú ert kannski með 2 í þjálfun og á það sko. Þeir þurfa að fljúa x marga flugleggja á þannig að fullt af svona, það er bara ramp upp tími í þessum business. Einmitt, og hvenær COVID búið líka, skilur það? Svo það sko. Það tekur tíma, við þurftum að skrifa nýja bókuna vel, við þurftum að fjárfesta í svona stafrænu hliðinni og koma okkur fyrir öllum dreifilegunum, þannig að við hefðum í raun og verið held ég eftir að sé ekki hafa geta gert þetta betur sko. Ef framfæð sem horfir eins og við erum að horfa núna að hlutinni séu svona komnir í ansi gott horf núna bara með orðinu sko. Algjörlega. Loopmen sem er að vinna með Rust TN-tækna pókandi bara leka ekki, þetta er ótrúlegt fyrirbæri. Þeir vilja vita af hverju First North? Já, sko við fórum náttúrulega inn á First North sko, okkur varst rosa mikilvægt að fara inn á fyrsta lega bara skráfélagið koma okkur í skráð umhverfi. Við hefðum ekki uppfyllt skilir að komast inn á aðlistan. Bara við vorum ekki með ekstra söguna og First North markaðin er rosalega flottu markaði fyrir startup fyrirtæki og svona fyrir sprota fyrirtæki og svona vaksta fyrirtæki sko, er náttúrulega bara hannaður fyrir það og okkur fannst mjög mikilvægt kannski í ljósi sögunar, í ljósi flugreksturs á Íslandi sem hefur oft verið svona það hefur oft verið svona þetta hafi verið fyrirtæki og upplýsingaflæðið hefur kannski verið eftir því menn hafi verið rosalega hressir með hlutina þegar vel gengur, en rosalega litlir í sér og það hafi kannski ekki verið mikil upplýsingagjöf þegar illa hefur gengið sko. Þannig okkur fannst mjög mikilvægt að vera bara með allt á borðunum og stilla bara upp fyrirtæki þannig að upplýsingagjöfun okkar og fólk sæi bara hvað við verðum að gera, hvernig það verður að þróast og vera bara byggja upp þetta traust þannig og það hjálpar okkur líka greiðlega vel bara í samskiptum okkur að byrgja. Flugvélalegu salar, kreditkortafyrirtæki, fullt af svona byrgjum sem við erum að vinna með hafa líka ákveðið traust að þið sjá inn í reksturinn okkar og þetta er ekki bara eitthvað ég sem er að búlsita á einhverjum fundi sko. Bara gagnsæi. Já, og þannig að þetta er svona það er meiri kostir að vera skráð félag en ekki finnst mér í þessum fasa sko. Og svo er ekkit útilokað í framtíðina við stímum inn á aðlistan en þá erum við allan að koma með söguna og kannski komin í stærðina til þess að vera á þeim markaði sko. Já, ég verði líka bara að spyrja til að svara þessum orðurum, er annar hlutafjárútboð á döfinni? Nei, það er ekki á döfinni og það er einmitt það sem er svo frábært við þennan bransa að það er svo margar gróðsögur í gangi og hitt og þetta og einaðum er að við séum einhverjum illa staði fjárhagslega og þá er svo auðvelt að svara því sem skráðfélag út af því að það er bara einu sinni ársfjórðungi sem að bækurnar eru bara opnaðar sko og það er bara ef einhver kaupir eða selur eða verður einhverja breytingar þá verður bara að flagga því og þetta er mjög mikið regluverk í kringu það þannig að í raun og veru sko veit enginn þú veist það er enginn sem veit neitt meira en einn annar en það er allt bara opið sko þannig að við höfum ekki við náðum þessari fjármögnun í fyrra og hún á bara að döga okkur þangað til að við erum komin í ætlum að gera eitthvað annað, það gæti alveg verið í framtíðinni bara eins og allavega fyrirtæki, við höfum áhugaði að fara bara, þú veist, að kaupa fullt af flugvélum eða eitthvað svoleiðis en það verður ekki til þess að fjármagna bara þennan rekstur í þessum fasa sem við erum í núna sko. Við erum alveg á fínustað með það sko. Algjörlega. Hvernig er sambandað milli Icelandair og Play? Er þið bollið bara að kaffibolla og... Er það hnefasamlangur eða kaffibolli? Nei, ég held að sé nú ekki þannig sko. Það hefur náttúrulega verið sko að því við búum náttúrulega mjög litlu þjóðfélagi og fólk tekur þessar hlutir rosalega persónulega oft sko. Ég myndi ekki segja þó að ég hef svona komið inn í flugbransan einhvern, ég var hérna á Express og svo var ég á Vá og núna er ég þessu, ég myndi ekki skilgreina mig sem einhvern svona flugrekstrar mann sko. Þannig að maður hefur unnið í svona nokkurum, komur að segja, brönsum sko, sviðum atvinnulífsins, þá sé ég þetta ekkert öðru sem bara, þú veist, Nova og Síminn eða eitthvað svona skilu, þetta er bara fyrirtæki sem er í samkeppni og sama tíma eigum alveg sömu hagsmun að einhverju leiti líka, við erum bæði félagin erum að selja Ísland sem áfangastað, við höfum ríka hagsmun í flugvellinum að það gangi allt vel og fullt af svona hlutum
þannig að ég hef ekki upplifað það eða Play ekkert eitthvað sérstaklega sett upp til þess að glekkja á Íslandi. Það ég veit ekki 20-30 flugfélag sem eru að fljúga til Íslands og ennþá fleiri sem eru að fara yfir hafið sem eru þetta markaðin hjá okkur báðum sko. Það eitthvað 100 milljónir sæta sem fara yfir hafið transatlantika ári sko, Atlantshafið. Þannig að það skiptir enga máli hvað Play eða Icelandair verður stórt skilur við erum alltaf bara pínu lítill hluta þeim markaði sko. Ein bónusspurning frá Kemi þarna með glussan. Þeir vilja bara vita langar þeir að enga við að Keflavíkurflugvöll? Já, ég held að það sé ég held að það sé ég ekki fylgjandi því að ríkið sem puttan á mikið í atvinnustarfsemi, sérstaklega sem einkaframtaki getur sem kapitalisti? Já, það var mjög áhugavert að vera fóstur í Íslandspost í þeim með þær skoðanir, en ég held að í flestum öðrum ríkjum flestum öðrum löndum þá einhvers konar svona einkarekstur í kringum þessa flugvallarstarfsemi og það ekki þar með að segja að ég meina Ísavía til dæmis frábært fyrirtæki og breyst rosalega á þessum. Ef ég kem inn í flugbransan fyrst 2004 í Express frá núna Ísavía miklu markaðsvættara og flottara fyrirtæki en var þá, þannig að ég get ekki kvart undan því og vinnubröðum en svoleiðis en bara en þetta eru náttúrulega rosalega miklir innviðir og ef að módel okkar að búa til svona tengihöpp þá er rosalega fjárfesting sem þarf að færa í það og ég ekkert endilega samfærið það að ríkið fjármagna það sko. Frekar engaðarlega. Já, okay. Já, Kemimenn líka, þeir eru svolítið lúksuskallar sko. Þeir elska sinn klussa og þar fram til götunum. Þeir eru veltaði fyrir sig hvernig stefnan með Play á að herja líka á sem sagt, henda í sagaklass og eitthvað slíkt herja á efna með einstaklinga? Já. Sko góður vinn minn kemur að mjög efnuðu fólki og hann var ungur maður og hann var svolítið grallari og var svolítið að eyða miklum peningum og pappans hvæsti þá á hann einhver daginn að maður verður ekki ríkur á að græða, maður verður ríkur á að spara. Þannig að ég nú ekki að fara að skrifa undir það að fólk sem að nota Play eða önnur slík flugfélag séu eitthvað efna minna fólk. Ég held að sé bara kannski skynsamlegri fjármálum en margir og svo má náttúrulega segja það langstærsti hluta því fólki sem að fljúga á þessum business klassa ekki að borga sína eigin flug með það. Þannig að nú oftast fyrirtæki sem að gera það sko. Þannig að okkar og ég held að svona almennt sé nálgun lággjaldaflugfélagi eins og Play að borga minna og leika meira. Þú getur það vill enginn eyða neitt sérstaklega mikið í flugmiðan. Þú vilt vera á betra hóteli eða gera eitthvað skemmtilegra, þú veist, fá þér þá dýrara kampæn ef það sem þú vilt á áfangastæðinum. En svo annað sem áhugaverðara núna og ég nú gamall maður, ég nú að vera 50 bara. Sko, það sem að þið unga fólki setið ennþá meiri áherslu á sko, það umhverfismálin. Já. Og því stærri hluti af flugvél sem að því verri nýting á bara rýmin í flugvél, því stærra kolefnisspor á flugferðinni sko. Já. Þannig að business class og first class og allt þetta dót sko, mjög óumhverfisvænt sko. Já. Og það að verða fyrir mér það mjög áhvert að sjá þess að þróun núna örskömmun tíma að sko fólk sem að kaupa sér flugmiða, fólk sem að koma í atvinnuviðtöl bara ofta að segja, bara helmingurinn af viðtalinu bara hvað það að gera í sustainability málum sem að hefði ekki verið spurningi sem það fengi bara örfa á mánum síðan og ég hef líka lent í því að bjóða einstaklingi vinnu sem að hefur bara verið heitur kannski fyrir vinnunni en hefur bara komið tilbaka og sagt þegar ég bara get ekki unni á flugfélagi. Það bara fyrir á móti minn gildum skilur. Þetta bara of mengandi innar. Þannig að Og það Greta Thunberg? Nei, það var reyndar ekki hún sko. En já, þannig að þetta alveg breyta líka. Þannig að okkar og þetta fer sko, og þetta eitt máli, hitt máli sko að öll nálgun lággjaldaflugfélaga hlýtur að snúast að vera með lágan kostnað. Þú veist, og krafan til þess að geta gert það að vera með einfaldan rekstur. Og bara þá er bara allt eins fyrir alla. Þannig að við erum bara með all economy í okkar vélum. Bara. Það mismandi sætabil á milli sætana. Fólk getur bara keypt sér aukið sætabil. En við ætlum ekki að fara út í að vera með stærri sæti.
hvað þýðir það? Já, það þarf að vera með aðra varahluti fyrir sætin, það er öðruvísi sæti, fullt á svoleiðis hlutum. Ef þú, ef að vélinn bilar, þú þarft að skipta út vél, ertu með eins sæti í hinni vélina því að það er einhver búin að kaupa sæti, fullt af svona hlutum sem að gera þetta bara flóknar. Þannig að öll okkar nálgun er bara einföld og bara sama pródukti fyrir alla, skilur, og fólk að sita eins og frá Íslandi til Evrópu, í 3 tíma, 5 tíma til að Bandaríkjanna, 6 til 10 eða eitthvað svona, þú veist, þetta þarf ekkert að vera neitt annað en bara hreint og örugt og þægilegt og á tíma, sko. Og síðan það verði að vera í lagi og þá getur þú síðan bara nota þetta sem ferðamáta og komið svo út af einhverjum áfengastað. Þetta þarf ekkert að vera einhver svona umbreytandi upplifun, þjónustu upplifun, sko, að þannig okkar, öll okkar nálgun er þessi, veist, því að þessi búningana hjá okkur, fluglega búningana, þetta er bara svona afslappað, veist, það er engin háir hælar, ef að fólk er með tattoo, það er bara með tattoo, skilur, þetta er bara svona afslappað og auðvitað er öryggi alltaf nummer 1, það er aldrei einhver afsláttur af því, en þetta er svona nútímalega. Þetta var spot on svar. Já, ég held það. Ég svaraði svo, sko. Já, mér heyrist það, maður. Ég ætla að koma með eitthvað, ég er hættið með spurningu. Hættið því bara. En kölskamenn eru tjáum að dressa okkur, eru flottastir í jakkafötunum. Þeim sveltist á kaffinu. Þegar þið sáu að lággjaldaflugfélagið Play væri að selja beintflug til TNM páskana á 150.000 krónur. Er þetta ekki bara skólabókardæmi framboð eftirspurn eða? Að þetta sé dýrt? Já, sko, þetta er, sko, verða flugmiðum með skólabókardæmi framboð eftirspurn. Og það er svo magnað við þetta, því að nú er ég, eins og sé, ég hef komið inn í Express og svo Vá og nú Play. Það sem að gerist við þetta allt saman er að þó að farþegi eða almenningur ákveðið að nota þetta vörumerki en ekki hitt vörumerki, þá er það í raun og veru að njóta, hvað maður segja, áhrifa þess að það sé samkeppni og það lækkar markaðsverðið og við erum til dæmis núna vorum að setja flug til Flórida í sölu núna daginn fyrir næsta vetur og það sjáum við bara að það kostaði með 150 skall eða eitthvað, sá ég að fara fram og tilbaka til Orlando jólinn og við getum bara gert það ódýrar. Þannig að það þýðir að marka sér bara fyrir niður. Aftur á móti eins og en núna ég var bara öll þjóðin ákveður og hún ætlar að fara til Tenerife, sko. Sem sýnist á öllu. Já, bara það er náttúrulega það er bara svo Eurovision 86, það er ekki bíl á göttunum núna. Þú veist, þá þetta sjálfsögðu spennist verðið upp og en ég hvet fólk til þess að athuga þá hvað hinn er að bjóða sko. Og sérstaklega hvað þið voru að bjóða þá þegar áður en að Play kom sko. Að því að sko, stór hluti af leiðakerfi flugfélags er seldur einhverju annarkvort bara á break-even eða undir kostnaðari bara út af því að eftirspurnin er bara ekki nú mikil sérstaklega í þessu árferði sem er núna sérstaklega sem þegar öll flugfélagi heimir er að reyna örfa eftirspurn með verðum. Við erum að koma öllum á stað eins og í COVID. Það er ekki nú að segja bara kíkt út í köpinn, það er ekki það heldur líka bara það er óslega ódýrt líka. Sko. Þannig að þegar að síðan eftirspurnin kemur þá þarf við þetta verðstýra. Þannig að einhver staðar þarf marginn að vera til í rekstrinum. Sko. Og mér finnst bara fínt að geta bara sagt það bara hreint út að það er ekkit feimnismál. Þetta er náttúrulega fyrirtæki sem er rekin fyrir hagna. Sko. Annars verði ég mjög lélegur kapitalisti. Þetta er ekki góðgerðarstarfsemi? Nei, þetta er ekki góðgerðarstarfsemi en á sama tíma sko, er alltaf nálgun okkar eins og þegar við stillum bara upp verðunum við erum alltaf undir samkeppnin þannig að ef við einhver tíman erum svipaðir eða einhverjum tilfellin jafnvel dýrari þá er það út af því að við bara það er bara fullt í vélinni sko. Og ég hef til dæmis alveg sagt ykkur það mér, nú er bara ömulegt viður ég er búin að reyna að komast í tenni bara núna í nokkra vikur ég bara kemst ekki með sko. Það er bara vélnir bara fullar sko. Ég ætti kannski að segja þetta með CEO of Play fyrir fram með ég er að fara til tennipaskuna og ég er alveg þar sko, hvað veist þér það að ég hugsa kannski borga sig bara fyrir mig að ég get freka bara gist í flóið til London á einhverju klinki með ykkur og ég ætla bara trýta mig vel þar einu nótt og svo flóið með bara einhverju flugfélagi frá London til tenni en þá er kannski fólk aftur komin í bara þægindin að fljúa bara beint og svo framvegis. Já. Þetta er þarna er þetta að lýsa töfrum hins frjálsa markaðs. Já. Það er bara nákvæmlega þannig og
og það er bara frábært því að þú veist, það er auðvitað bara tenging sem fullt af fólki að nota og þetta er auðvitað business modeli hjá bæði Icelandair og Play. Þú veist, þegar við erum að tengja sko Bandaríkin saman við Evrópu með stoppi á Íslandi eins og nákvæmlega þú bendir á þetta er verri vara. Þú veist, eitt stopp, þú veist, það er svo mikið að beinum flugum á milli Evrópu og Bandaríkin, þess að þarf verðið að vera, maður þarf að hvetja fólk til að gera þetta út af því þetta er ódýrara. Já, einmitt, talandi töfraðins frjálsa markaðar og Bandaríkjamarkað. Þið byrjuðu að fljúga núna nýja leið á líttæktan flugvöll í New York og það sem gerist, eins og við tölum í kjölfarið, er bara að þið getið búið lægra verð en er á markanum, töluvert lægra og þá koma þessi stóru flugfélög og þau bara lækka verið líka og eru kannski bara að borga með sér. Kannski fyrsta spurning, sorry, hvað vísir þið til förhúsna að kalla þetta eitthvað sveitaflugvöll? Já, mér fyndi að sitja hérna í 400 manna þjóð og tala sveitaflugvöll, sko, það tekur okkur nú 50 mínútur að komast út á okkar eigin flugvöll. Hérna ertu með flugvöll sem eru, sko, ég man ekki 5 eða 7 milljónir manna sem búa bara í nánasta nágrenni við innan flugvöll, sko. Svo þarfst að keyra kannski rúmuna klukkutíma, 1,5 klukkutíma til að komast inn á Manhattan og borga fyrir það $20 í rútu, sko. Þannig að, hérna... Og það er eitthvað með að vorka eins og fólki? Já, sko, nei, ég bara segi, þetta er eitt kosturinn. Já. Og ef þú ert að fljúga með til dæmis fjölskylduðina til Bandaríkjana og þú ert kannski með 3-4-5 manna fjölskyldu og miðin kostar kannski $250 undir því sem að samkeppnin er að bjóða og svo þarftu mögulega í staðin fyrir að hoppa upp í leigubíl og sitja í einhverju trafík tjami, einhverju brú eða eins og maður þekkir að standa í klukkutíma og býta að fara í passan og allt það og fer þarna í hálftíma gegnum völlin, svo fer 1,5 tíma inn í bæjan í Uber rúti eða whatever, sko. En þú ert kannski spara að segja $1,000 á fjölskyldu. Já. Ef að tíminn er svona svakalega mikið verðmætur, bara í fríinu þínu, að þú getur ekki notað $1,000 aukalega að því þú þarft mögulega að vera hálftíma lengur inn í Manhattan, sko. Þá ert þú bara gríðarlega góðum stað í lífinu. Ég á 6 manna fjölskyldu og ég myndi alveg horfið þetta og þá er bara sem betur aðrir kostir, sko. Já. Okay. En svo má heldur ekki glemma því að 70-80% af þeim sem er að kaupa þessa flugmiða eru Amerikanar. Þeir eru að fara til Evrópu og þeir eru að fara til Íslands, þannig að þeir eru auðvitað þekkja bara sitt heimasvæði, sin heimavöll, sko. Já. Þannig að þetta er ekkit endilega, við erum alltaf að horfa bara þegar við förum til New York og við viljum fara inn á Manhattan og eitthvað svona, Bandaríkin eru bara stór staður, sko. Já. Og það er bara svo mikið af fólki sem býr það, sko. En er ekki vesen fyrir ykkur að, ef ég tek aftur dæmi mitt, að ég get flogið til bara það er ekki verið London, það getur verið London, Köpen eða hvað sem er og það er svo ógeðslega ódýrt að fljúga innan Evrópu og þá eru þið að berjast við einhver flugfélög sem eru sko með allt annan, hvað maður að segja, utanumhald, þeir bara getur auðveldlega bara outsourcað ykkur í bara að vera með miklu lægra verð, spila miklu lengur á þeim grundvelli, þú veist, er þetta ekki, þú veist, þá kem ég aftur þessi bara, er ekki bara smá erfitt að keppa, ok, þið Play og Icelandair, en þú veist þessi lággjaldar flugfélög út í heimi sem eiga bara 100 flugvélar eitthvað, getið átt breykið, þú veist, þegar að koma á meginlandi til dæmis? Sko, það er rosa gott þegar maður stillir svona leiðakerfi fyrir flugfélag að skilja egoið og hjekoman eftir heima, sko. Og auðvitað er ekki hægt að, auðvitað er erfitt að keppa við flugfélag eins og Wizz eða Ryanair eða eitthvað svona. Þannig að þá þarf maður kannski að finna sér einhverja aðra staði og til dæmis tengja saman eins og við erum núna að tengja saman kannski, hvað ég að segja, Gautaborg eða Þrándheim og Bandaríkin. Það sem er ekkert svo mikið að beinu flugum á milli, sko. Og hvernig gerum við það? Við finnum það bara með að analysera gögn. Sjáum bara í gegnum Google Flights og alls konar hvar fólk er að leita og bara hvað eru margir sem leita til dæmis bara á Ameríkuflugi frá Þrándheimi og hvenær er þetta oftast á þriðjudögum og þá setjum við á þriðjudögum. Það er ekkit endilega þannig að þú þurfa að gera það gildandi á flugleglum, sko, London, New York því að það er svo töff, sko, og það þekki allir og það er svo flott á leiðakerfinu, þannig að maður er að láta svona átt að segja því að maður er ekki ferðaskrifstofa. Já, þá eru þið kannski komin í samkeppni sem að, ég ætla ekki að segja kannski ráði ekki við, það er bara erfiðari. Það er bara gríðarlega erfitt að keppa, eins og þú segir, við svona stór og sterk flugfélag, þess vegna vil ég til dæmis ekki fá að koma til eitthvað aftur til 3 ár og monta með því hvað við séum komið með 50 flugvélar og stærsta flugvélag eitthvað svona, sko. Við viljum vera lítil og sveigjanleg og geta tengt svona þessa hliðarstæði saman og dansa svolítið í kringum risana, sko. Það er svolítið og þá þarf maður að vera lítill og þá þarf maður ekki að finna egoð út úr því að maður sé bara geti tekið þess að risa head on, sko.
en það líka vörn í því sko, því að þessi svona eins og Ryanair til dæmis þeir eru svo rosalega skilgreint business model að þeir vilja til dæmis ekki koma til Íslands út af því að það er of langt flugvöllurinn bara of dýr þannig að þeir hugsa bara, við viljum bara miklu frekar að tengja bara einhvern stað í Pólandi með einhvern stað í Czech Republic skilur út af því að þarna getum við bara pínt flugvöllin niður og nýtt vélarnar sem best og svona, þeir eru svo hrein trúa í módelinu sínu að þeir komi ekki inn á hana markað og við erum líka búa til okkar eigin svona tengimódel, þannig að töskurnar fara beint og þetta er svona þægildur í farþegann sko, sem er kannski ekkit venjulega það er ekkit alltaf svoleiðis núna milli flugfélaga, þú þarft mjög víða að tjekkað út og inn aftur og sækja töskuna, þetta er eitthvað svona vesen sko. Þannig að þetta er ótrúlega harður business sko, rosalega harður business sko. En hann að, hvað með þessa spurning, þannig að semst bara, hann að þú svarar þessu bara þannig að þú veist að þér finnst ekkit erfitt að bakka upp að pleysi titla í lággeta flugfélag en svo séu eitthvað 150 skall? Nei, mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt ef að það er eftirspurn á markaði, skiljum. Okay. En ég get líka bent alveg á því miður get ég bent á miklu stærri hluta leiðan okkar sem að ég hef ekki þann lúksus að rukka svo leiðisverð sko. En það sem er sko þetta er líka 6 tíma flug, sorry. Já, þetta er 6 tíma flug, þetta er bara rosalega dýrt flug og en þetta bara þetta er svona bara premium vara sko. Og það er alveg hægt að komast í tenni eins og bendur á með öðrum leiðum sko. og en sko það sem við gerum, við erum bara með svona botta og held ég flest flugfélög núna þannig við bara möppum út alveg nákvæmlega bara verði hjá öllum sem við erum í samkeppni við við stillum okkur bara alltaf undir það og svo er bara framboð eftirspurn sem stýrir bara hversu langt markaðurinn sveiflast og ef við ferðum yfir þessa álagspunkta páskana, skólafríin jólin og svona, þá er það þetta bara hæstu verðin sko. Já, það er bara þannig sko. Einmitt, og það var kannski næsta spurning hjá mér þarna, á samkeppnisásnum að því að bara auglýsta, því að ætlið alltaf ef að undir eðlu kringstofum vera ódýrasti kosturinn hvar samt í samkeppnisásnum ef þú tökur bara til dæmis þetta Ryanair, Wizz Air eins og núna var ég er að fara til London næstu viku og þá var þið, ICE, British Airways Wizz Air og eitt EasyJet eins og British Airways, það er ekki lággetaflugfélag en eigið eitthvað breyki hintu, EasyJet og Wizz til dæmis sko ég man bara þegar við settum fyrsta flug okkar var til London í fyrra 24. júní og það, ég man ekki alveg hvað svona, við köllum þetta fráverð verð frá einhverju, hvort það var 7 og 9 eða eitthvað, ég man eitthvað svona sko og þá kostaði 1000 kall að fljúga með EasyJet til, eða manni kostaði EasyJet eða Wizz til Luton eða eitthvað sko og það er náttúrulega bara rugl sko það er náttúrulega bara, og 7 og 9 er rugl líka sko það er ekki séns að það endurspegli neitt kostnað sko það kostar bara 10 kall að taka leigubíl og miðbæn minn á velli sko þannig að hver sem viljum gera það nema kannski velunnar að hreyfil sko sem er allir Nei, þannig að þetta við ætlum kannski ekki endilega alltaf að segja að við erum ódýrasti svona við ætlum að stilla okkur upp sem svona og það er bara markast nálgunin okkar þegar einhver fer inn á Google Flights segjum þú sért í París og þú googla bara frá París til New York þá ætlum við að koma í langflestum tilfellum upp í allavega 3 ódýrustu það getur alveg verið að í einhverjum tilfellum séum við ekki það eitthvað svona en það er svona markast ef við getum ekki gert það þá höfum við í raun og veru ekki mikinn tilveru rétt sko út af því að þannig að það er uppstillingin og yfir það heila svo geta alveg koma út einhverjir punktar en svo náttúrulega bara flug til tenni til dæmis það er náttúrulega allt annar business sko þá ertu komið með þá erum við í samkeppni við bara ferðaskrifstofur á Íslandi við erum í ferðaskrifstofu á Íslandi samkeppni á Íslandi og það er bara önnur dýnamík á þeim markaði og það er náttúrulega það er skemmtilega við flugið sko að þetta er svo margir markaðir þú ert með einn áfangastað það er markaðurinn til frá Íslandi til staðarins og frá staðinum til Íslands og svo getur við verið með sko frá staðinum til einhverja 5 áfangastæði í Bandaríkjunum þetta er alveg ótrúlega flókin business og allt sem heitir verðstýring og bara gerfugrindin og hlutinni sem er í kringum það að besta þetta er ótrúlega áhugaverðar pælingar sko. Já, svo er ég með einið upp á það og þú veist, hvernig er það einmitt þegar þeir eru að stilla verðið og þú veist, þeir eru bara með einhvern bara eitthvað dataset sem að bara segja nákvæmlega hvað verð en þú veist, er það þannig að þú veist að þið eru alltaf samt að bjóða þannig verð að þið eru í hagnaði eða skilja hvað við, er það stundum sem þau eru bara
við ætlum bara að reyna að fylla þessa vél já. Það sko, þetta alveg svona spurningu strategið hjá flugfélagum sko, eins og til dæmis sem svo viss, þeir eru það sem kallað svona load-driven sko, þannig að þeirra markmið bara að vera með 95% load eða sem nýtingu á vélinni og það skiptir engum máli hvað kostar, þeir ætla bara alltaf að vera með 95% load. Þannig að þeir bara fara stanslist niður bara til að örva eftirspurnina til þess að ná þessu lóti sko. Það náttúrulega þýðir það að rosalega stór hluti af networkinu undir kostnaði, allavega að þú þarft að ná einhverju greifi inn einhvers annar stað, skilur. Og við höfum ekki þann lúksus. Þannig að við þurfum og held ég flest svona flugfélög sem ekki svona hardcore eins og þessi Wizz og Ryanair sko, eru einhvers konar blanda af nýtingu og meðalverði sko. Já. Og þannig að það er þessi leikur sem svo mikið list sko, að vera búin að tíma setja markaðan og nota gögnin og hvernig bara hvað að gerast. Ég meina þess vegna verðunum styrt upp hærra á álagspunktum. Við vitum bara eftirspurning verður meiri. Þannig að ég held að það sé bara, maður þarf ekki að skamma sig fyrir það er bara góðu business að því að þú veist, maður þarf einhver staðar þarf maður að ná inn margin sko. Og þannig að þetta, eins og ég segi, þetta svo svakalega og það ekki rétt svar í þessu sko. Þetta og það engin miskun sko. Nei, algjörlega. Þá ætlum við aðeins að venda hvað okkar kross. Heiti menn, þeir elska einfalda bókhald, reikningagerð, launagreiðslur, lítil og meðalstór fyrirtæki. Og þá langar að forvitnast aðeins það að þú tekur við póstinum sem ég ætla að kalla lekandi bát á sínum tíma sem var ekki sökkvandi skip, takk. En þú tekur þetta batteri og snýr skútunni við. Engin spurning. Geturðu farið aðeins í gegnum bara hvað þú gerir þegar þú tekur við því á póstinum? Já, fyrsta lagi náttúrulega rosalega mikilvægt að halda því til haga að það var nú ekki ég einn sem gerði það. Við vorum alveg bara stór hópur af flottu fólki að vinna saman og það var náttúrulega galdurinn sko. En þetta var ekki lekandi skip, þetta var bara strandaskip og sem var líka að ég náttúrulega mjög stórun hluti af mínum ferli hef ég verið í einhvers konar svona umbreytingaverkefnum, svona turnaround verkefnum, sölum, samrunum, einhverjum svona fixi eða einhverjum svoleiðis dóti sko. Og þetta var slíkt verkefni og það sem skiptir rosalega miklu máli í svoleiðis verkefnum að maður þarf að hafa umboð til breytinga og maður hefur umboð til breytinga ef að það er allt í kalda kóli sko. Það versta sem maður gerir að koma inn í fyrirtæki sem er svona allt í lagi sko, og þá getur þú tekið ákvarðanir sem maður getur gert þetta verra sko. En ef þetta er allt stopp þá er raun og veru skiptir litlu máli hvað þú gerir, þetta verður alltaf einhvern veginn betra sko. Var þetta ekki þannig að þegar þú tekur við þarna, var ekki bara að vera að pæla hvort það þurfti bara að loka bókstaflega? Já, þú veist, Íslandspóstur er rosa flott fyrirtæki en það átti ekki fyrir launum sko. Þetta félag sem velti, ég veit ekki hvað 7-8 milljörðum árið skilju og það var ekki til fyrir launum og það var ekki endilega eitthvað sem starfsmenn vissu eitthvað af. Þannig að það voru eins og oft í svona grónum fyrirtækjum svona einhver fjármáladeild, hagdeild, bókasteild og í henni voru bara starfsmenn sem voru bara að vinna rosalega lengi, jáfnvel áratugi, oft konur á einhverjum ákveðnum aldri sem voru bara hættar að sofa nóttinni út af þess að sáu bara það var bara ekki nóg til á reikningum sko. Og það var rosalega sásökvöld að tala við slíkt fólk sem var mér óbúslega metnað en var bara síðan í rauninu bara einhverjum kvíðakasti bara hvernig átti að láta hjólinn snúast sko. Þannig að þetta sko, þannig er við komin að því sem ég hef kannski mestan áhuga í rekstri sem bara fyrirtækja menning sko. Bara svona kúltúr og hvernig maður byggir upp teimi og hvernig maður nær sem breytingu fram sko. Af því að það er aldrei gert með því að maður mæti bara inn á okkur sal og segi bara ef fólk heyrði hérna er ég komin, ég er rosalega klár, nú ætlum við að gera það nákvæmlega svo ég veit hvernig við ætlum að gera það, þegar ég bara exekjúta nákvæmlega sem ég segi sko. Það er ekki þannig sko. Þetta bara snýst um það að leiða hópin í gegnum að þeirri niðurstöðu sem allir vita einhvers þar innst inni að það er hægt að gera hlutina miklu betur og ef þú ert búin að vinna hjá einhverju fyrirtæki eins og sérstaklega eins og pósturinn sem var mjög hár starfsaldur þá þarftu ekki að tala lengi við fólk þegar þú áttar það á því að það veit auðvitað hvað er hægt að gera betur og maður verður líka að segja það þegar maður er að tala í þessu samhengi að það er ekki þar með eins og fyrrverandi stjórnendateymi póstins hafi verið einhver rugli sko. Þetta var allt bara
frábælega hæft og gott fólk sem var að reyna að gera sitt besta sko. En þetta bara, þú ert bara búin að vera svo lengi og þú sérð ekki lausninar. Þú ert bara búin að ákvæða. Sama hjólfarinn bara. Já, þetta er bara nákvæmlega það sko. Þannig að það þarf einhvern veginn að koma inn og koma bara svona nýjum hugsunahætti í gang og okkur tókst það og þá bara fóru bara hjólin að snúast bara rosalega hratt og þetta var raunur ekkert flóknar en það að maður spurði bara deild og stjórnandi bara hvernig getum við gert það betur og það var bara eiginlega brást ekki og fólk var með einhverja tillögur og það voru oft mjög sásökufullar, ég held að við hefum sagt upp 250-300 manns. Hvað voru margir að vinna að það? Já, það var örglega svona hátt í 1000 manns sko. Og þannig að þetta er alveg 25-30% af starfsfólkinu sem var sagt. Þetta var einu bretti eða? Nei, þetta var í nokkrum höggum sko. En við til dæmis byrjum á því að segja upp, held ég man ekki hvort á 70-80 manns, bara rétt, ég var bara búin að vera í 2 mánuði sko. Þá var sko, það sem gerist oftast í svona íslenska mælikvarða, svona stór fyrirtæki, þá fer maður alltaf í skúringakonuna sko. Þú veist, en við byrjum á hinum endan sko. Við sögum stjórnendum, millistjórnendum, svona hópstjórum, öllum svona, við skulum segja svona að því að klukkan er seint kvöld, svona þessu fitulagi rekstrum, skilja. Og ferðum bara ákvarðanatökuna að því fólki sem í raun og veru var að keyra áfram starfsemina sko. Það þurfti ekki alltaf þess að fundi og alltaf þess að hópa og allt þetta fólki í einhverjum pælingum sko. Þannig að og þá varstu búin að senda skilaboðin út í starfsmannahópin, þetta á að gangi yfir alla sko. Þetta er ekki bara enn ein kostnaðaræfingin þar sem að þú veist starfsfólkinu á Neskaupstað fækkað sko. Eitthvað svona skil, þetta er bara líka bara silkihúðnar á skrifstofunni, við skiptum til dæmis skrifstofur, við vorum Íslandspóstur var í rosalega flottum mjög svona grand skrifstofum, við bara sögðum upp þeirri leigu, fluttum bara svona í svona nútímalega bara svona open plan office bara, þú veist þetta var bara svona fullt af svona hlutum sem að gerðist á sama tíma og fjárfestum rosalega mikið stjórnendaþjálfun þannig að bara þessum kúltúr þetta er kannski of hefi fyrir hennan þátt sko, en rosalega mikið með svona konceptur sem meðvirkni í fyrirtækja kúltúr en það snýst allt það bara að fólk bara segi hvernig er hægt að gera hlutina betur tjái sig og bara það sé einhver svona skýr markmið það sé bara svona kert á það og þá bara þegar maður búin að hamra þessu í smá tíma þá fóru bara eins og segja, þá fóru bara hugmyndir að koma alveg á færibandi, en á sama tíma við gerum það og það er alltaf svo auðvelt að fókusera á að því að kostnaðurinn hækka ebutuna og allt þetta kostnaðurinn í skurinn, en á sama tíma þá var alltaf farið í gríðarlega mikla fjárfestingar í þjónustu bara til dæmis eins og við sjáum bara núna þú veist það er hægt að sækja pakkana sinni í alls konar svona sjálfsafgreiðslu kassa út allan bæ. Þú getur sótt pakkana inn og postlagt pakkana inn á einhverjum bensínstöðum og krambúðinu og svona skilur. Þetta er svona upplýsingatekni, þetta er svo hljóma svo einfalt sko, en það er kannski 10-12 pakkar sem færi gegn póstmiðstöðinni á póstinum og hverjum þess degi og þeir þurfa að fara til þín og þú ert að vita hverjir eru en þetta er bara IT-mál sko. Þannig að það fór gríðarleg fjárfesting. Ég bara sjá til þess að ef að þú ætlar að fá pakkan þinn í krambúðina þá sé hann þar sko eða í einhverju tilteknum postbóksi en ekki bara í einhverju posthúsi þannig að sko þetta var mjög áhugavert verkefni að þú veist að vera að skera niður kostnaði fyrirtæki sem átti enga mening á sama tíma var að auka þjónustustigið mjög mikið sko þannig að þetta var bara mjög þetta frábælega skemmtilegt en eins og framkom aðan þá er ég ekki sérstaklega aðdáðandi sko aðkomu ríkisins í... Það var einmitt næsta spurningin sko. Er þetta Ísafja umræðan aftur bara? Já, ég meina ég ætla ekki að kommenta á Ísafja en ég held að Íslandspóstur sé ágætis dæmi það bara pólitík og business bara passar ekki saman. Mér langar það að spyrja þig að þú talaður þetta var bátur sem var bara strand og þú talaður að það væri auðveldar að koma inn í fyrirtæki sem að væri að berast í bökkum frekar en að taka við fyrirtæki sem að kannski væri bara að sigla svona sæmilegnan sjó en samt kannski fullt af fyrirtæki sem mætti skera og breyta og sníða eftir stakki hversu erfitt er það vonlaust að hafa bara eitthvað svona ég veit ekki hvernig ég orða spurninga en bara hversu erfitt er að gera þetta fleiri stöðum kannski ekki endilega stöðum sem að voru bara er í bullandi brasi heldur bara líka á stöðum sem að tökum eftir því að það er bara fleiri og fleiri ríkisstarfsmenn alltaf það er búið að vera mikil bólga sko það er ekki erfitt sko það sem að maður finnst, sko þetta er 2 tegundir
þetta er fyrirtæki eins og Pósturinn og Isavia og fleiri sem eru OHF, sem eru bara fyrirtæki sem eru bara rekin eins og eru bara hlutafélag, rekin bara samkvæmt hlutafélag lögum, það er bara stjórnið í félaginu og þá eru bara svona ákveðin svona, það er ekkert öðruvísi við það fyrirtæki eins og hvaðana fyrirtæki. Þú getur sagt upp starfsfólki, þú getur ráðið starfsfólki, það er bara einhver tiltekin Þetta er ekki eins og Reykjavíkurborg. Já, tökum bara eplin fyrir ekki, ég var að blanda appelsinu saman. En svo getur þú sagt eins og spítalinn, það er aftur á móti ríkisstofnun og það er að koma með opinbera starfsmenn og það er erfitt að hrófla við þeim sko. Það er bara varla hægt sko. Eða, það er að fara í einhverjum svona skipulagsbreytingar og svona sko. Pósturinn aftur á móti er OHF félag sko. Það sem gerist aftur á móti því, fyrst mér er mjög áhugavert, það verður svona umboðskrísa að því að pólitík skipaði stjórnarmenn sem eru sumir mjög góðir og mjög faglegir og aðrir eru með einhverja pólitíska agendu sem að verður oft til þess eins og í þess tilfelli hjá mér að ég lendi nú í smá svona erjum við ákveðin pólitísk öfl sko. Út af því ég hugsaði sko, ef við segjum þetta bara reynd út að við vorum búin að fjárfesta í öllum þessum tæknilausnum sem að jók þjónustustíð og kannski tökum einhvern bæ út á landi, það var allt inn í staðin fyrir að fara í pósthúsið sem var opið frá 12 til 4 og sækja pakkanina, henta þér kannski ekki neitt, þú veist í vinnunni þá veist allt í henni fara bara í búðina og sóttið kvöldið eða nóttina eða eitthvað svona og þú kannst græjaði alls konar í appinu og gert fullt af hlutum þá þurfti ekki að vera með pósthúsi. Þurfti ekki að mikið starfsfólk þannig að það var búið að fjárfesta í tæknilausninni og þá náttúrulega hjá mér bara sem rekstramanni heyrðu ok, kúnin er ánæður að hægra þjónustustig, það er hærri framlegð, jú, við þurfum að segja fólki, það er aldrei gaman og maður talar ekkert, það er svo auðvitað að segja svona hluti, maður talar ekkert það einhverju gleði, sko, en það er bara staðreynd lífsins. Þá kannski voru einhver svona pólitíkusar, sko, sem að svona fóru að hægja á öllu, sko. Þú ert að eyða störfum í bæjarfélögum og svo framvegis. Er þetta landsbyggðarpólitík? Já. Og við sjáum það bara núna, nú er pósturinn að gera nákvæmlega þetta, því þetta var alltaf planið, það var að loka einhver póstur sem á Suðurlandi og eitthvað svona. Þá kemur einhver pólitík þar og við erum að missa 3 störu bæjarfélögum sem að skipta alveg gríðarlega miklu máli, ég ger ekkert lítið á því en það er ekki hlutverk fyrirtækisins. Þannig að stjórnarmenn í hlutafélagi og fagstjórnendur í hlutafélagi þeim beru þetta bara að hugsa hag fyrirtækisins og ef að eigandi fyrirtækisins er ekki búin að skilgreina það sem að þið gera er að veita þess að tiltekna þjónustu og hafa fólki atvinnubótavinnu. Skilur við? Er ekki dálítið svona can't have the cake and eat it too dæmi, sko? Ég hef alltaf, ef að hlutverk fyrirtækisins er að dreifa bara, er að taka á sig einhvers konar hlutverk, sko, bara atvinnuleysistrygginga og er með fólki í vinnu, þá er það fine by me, það er bara einhver að segja mér það, sko. Það þýðir ekki að vera með bara kröfum arðsemi og þjónustu og sjálfbærni í rekstrinum, en alltaf svo líka, þannig að þetta er svo skakt, þannig að við gætum alveg verið með miklu skilverkar ríkisrekstur ef að þetta væri bara talað en hérna ertu bara komin í íslenska flokkspólitík sem er svað sem að ég ætla mér allan ekki út í aftur sko. Og svo sér maður bara allt þetta flotta fólk bara í ríkiskerfinu bara í öllum þessum stofnunum vel mentað, oft mjög bara flott og hæft og bara metnaðgjant fólk sem einhvern veginn bara gera ekkert annað skrifa hvort eru bréfskilur eða fara á einhverja fundi eða eitthvað sko en gæti svo auðveldlega gert hlutina svo miklu skilvirkari og miklu flottari og við erum bara einhvern veginn búin að búa til eitthvað bákn hérna einhverju pínlitlu landi sko sem að eins og þið segir bara blæs út bara ára sko, út af því að hérna, já ég veit ekki alveg út af hverju sko. Já, kannski ekki mikið virði í sökandi störf. Já, allavega svona þetta er svona svolítið stjórnlaust og það sem að vantar í þetta er eins og til þess hjá póstinum að ef að út af hverju ætti þetta fólk, þessi stjórnendur og svona, að hafa tekið þessar erfiðu ákvarðanir, það er engin hvati. Nei. Það er engin hvati, það skiptir engu máli hvernig reksturinn gengur, þú fær aldrei að njóta þess, þú heldur aldrei skammaðan í sérstaklega að þetta gengur illa og ef þú ert búin að vinna kannski með einhverjum tilteknum aðila, einhverjum bara einstaklingi sem þú bara kannt rosalega vel við og þú veist hvernig heimilisaðstæður eru og en þú veist hann kannski ekki alveg að skila henni sérstaklega miklu í vinnunni og eða bara að það er einhver starfsemi sem að fyrirtæki ætti ekki sérstaklega að vera í en svona eitthvað svona út af hverju ættir að fara í þessa ömurlegu aðgerð að segja viðkomandi upp sem er bara alveg hræðilega leiðilegt að gera því það er engin hvati til þess að gera það sko. Nei, bara fara að veita hinni manneski óanu sko. Bara vesen og bara fyrst óþægild að hitta henni kringlinni og allt þetta skilju þannig að það er þetta sem þarf svona
annarkvært ætlum við að vera með einhverja svona bara góðgerðastar sem eitthvað bara svona bákk sem að öllum er samum eða viljum að vera með einhvern alvöru rekstur sko. Og þá það bara að breyta póstinum í stofnun skilur það sem er ekki vilji í ríkisins sko. Þannig að einmitt, þú getur ekki gert bæði sko. Er þetta ekki líka bara þannig dálítið skilur að þú ert að shoppa á netinu, þú ert með þitt kreditkort eða kreditkort sem var bara einhver út í bæ á, það er miklu auðvitað að nota það kreditkort. Já, og ég meina og þetta er kreditkort bara sem að reikningunni kemur aldrei og þú ert aldrei skammaður sko. Já, algjörlega. Já, en AHA-menn, þeir eru miklir umhverfisinnar og keyra sinn rekstur á 100% vistvænum bílum. Þeir hljóta að vera einhvern sem fundi og Birgja sem var að tala umhverfismálum sko. Þeir hljóta að beða mitt fund. Þeir eru mjög ánægðir með þetta, bara svo þægilegt að fá matinn sendan heim. En þeir spá líka í ytra umhverfinu og það er heldur betur hefur dreigið til tíunda þar. Antonov-flugvélin, stærsta flugvél heims, var brennd til kaldra kola, segja sögurnar, sem mikill missir fyrir okkur í flugheiminum. Hvernig er það, þú sem forstjóri Play, hefur miklar áhyggjur af þessu ástandi? Og hvað hefur þetta hvernig ertu búin að breyta rekstrar hugmyndunum? Ertu eitthvað aðalaði núna varandi mögulegt stríðsástand í heiminum? Sko, til dæmis framvirki samningar olíu og annað. Já, það er náttúrulega helstu áhrifin eins og þetta lítur og núna er áhrif olíuverð sko. Eins og Rússar er samt búin að banna okkur flugumferð bara í dag í gegnum yfir sitt landsvæði. Já, það kemur ekki við okkur sko. Nei. Og ég held að sé ekki mörg íslensk flugfélög og held ég alveg örglega ekki Æslandir sem er að gera það að einhver leiti heldur sko. Þannig að það er margir hlutir augljóst að tala olíusveifluna sko og það er svona breyta bara sem er jafn slæm fyrir öll flugfélög öll fyrirtæki bara rekstri almennt séð á allan almenning og allt bara þjóðfélagi sko. Við höfum ekki verið með framverka samninga út af þegar við höfum verið að fljúga svo lítið og verðið bara í COVID hefur sveiflað svo mikið að það hefur bara verið ekki bara forsvaranlegt að taka einhverja stöðu í því sko. Síðan hefur þetta líka verið þannig að fólk hefur verið að kaupa meðan miklu styttra í tíman. Fólk er kannski eins og til þess bara síðasta sumar var kannski að ákveða, nú getum við að fara í helgaferð. Það var ekki mikið að kaupa meða bara næsta sumar. Þannig að maður þurfti ekki að taka veðmæli svona langt fram í tíman sko. Núna eftir því sem að markaðurinn svona kemur stöðleiki markaðinn, fólk er farið að kaupa meða fram í tíman og við erum komið miklu meira frambóð og miklu stærri starfsemi, þá munum við að sjálfsögðu hugsa þetta sko. En þetta hefur samt einhvern veginn orðið til þess að flugfélög virðast að hætta að taka svona stórar stöður fram í tíman sko. Þetta er svona meira styttri stöður, minni hluti af olíunótkunni. Þannig að við munum rúlla einhverju svoleiðis prógram út sko. Getur þetta muna miklu? Þú veist, ef þú bettar rétt á þetta, sérst, í framverku? Já, þetta getur alveg, já, sjálfsög, ég meina, þú ert bara skuldbindaði til að kaupa eitthvað tiltekið magn á einhver tiltekið tíma, einhver tiltekinu verði sko. Og auðvitað ef þú ert að nota það magn og markaðsverðið miklu hærra þá ertu búin að tryggja þig fyrir því en það er líka alveg fjölmörg dæmi það að þetta fari í hináttina sko. Eða eins og þetta er núna eins og í COVID ég meina menn voru alveg því og Pleikir þá og Æslandir og öll flugfélög voru að draga saman starfsemina líka þá er líka mjög óþægilegt að vera með varnir sem hafa búin skuldbundaði til að kaupa eldsneyti sem verður ekki að nota sko. Þannig að veist, þetta er ekki eins og fólk talar oft þetta eins og þetta sé svona einhver húseigendantrygging sko. Þú borgar bara eitthvað iðgjald og þá ertu bara búin að taka þessa áhættu út úr rekstrinum sko. En þetta er miklu flóknara en það sko. Og sérstaklega í þessum aðstæðum sem núna eins og þetta virðist vera flesti greiningaraðilegir í raun og vera að spá að olíuverðið lækki veist, og það hefur kannski ekkit hækkað eins mikið núna í kjölfar þessara innrásar og fólk átti vona að þetta búið að spennast upp sko. Þannig að það er þannig að við erum svona bara raunur að það hjálpar okkur líka að vera með mjög sparnetna flugvélar þannig að við erum að raunur að brenna eins litlu bensíni og eldsneyti og hægt er að gera í bara millidaldaflugi sko. En svo er þetta náttúrulega við erum að bara sjá hvað gerist ég meina þetta veist, ef við erum að tala þetta í svona hreinu viðskiptasamhengi eða því að sjálfsög sko, ef maður alveg bara niðurbrotin yfir bara þessi hlutskipti fólks í Úkraínu og ég nú persónulega bara bjóð þannig í Austur-Evrópu eins og við komum inn á en Rúmeníu og svona þannig ég bara rætur komur að segja ég á bara mikla rætur á svæðinu sko þannig að mér finnst þetta bara alveg skelfilegt en ef maður tala þetta bara alveg í köldu viðskiptasamhengi þá er þetta líka sko ég held að þetta gerir Íslandi alveg gott sem áfangastæður bara í sumar, ég held að Bandaríkjamenn til dæmis munu leita frekar til Íslands heldur en Evrópu ég held að
bæði COVID, maður alveg svo sem farin að sjá þetta eftir COVID að Evrópubúar, þetta kannski rétt ári til þess að kýla á Íslandsferð, það sem að minni tróðningur og COVID ekkert búið og við sem búin að lyfta þessum aðgerðum á Íslandi, þá var alveg fínt að vera í ekki standa í tróðningi í Róm eða eitthvað sko, veist, þannig að þetta svona það eru kostir og gallar við allt saman, en þetta bara, við viljum ekki óstöðuleika sem að við erum komið út úr 2 ára óstöðuleika, við viljum ekki fá eitthvað stríð í og í kaupið sko. Smá, við verðum alltaf að taka eina sóttvarnaspenningu. Þarna finnst töpuðu play mikið á hvernig aðgerðina voru á landamærunum? Já, ég meina, það er svona rosalega gott að vera vitur eftir á sko, ég meina, það sem var, það komið þarna einhver tímabil það sem að við vorum með harðar aðgerðir en bara aðrir áfangastæðir í Evrópu sem var óheppilegt og því að við erum í samkeppni og þannig kemur þetta sem ég var að segja, það er bara sameiginlega hagsmuni allra ferðaþjónustunnar og alla þjóðarbúsins að Ísland sem áfangastæði sé samkeppnishæfur, af því þetta er alltaf bara valin sem ég var að segja að fólk velur allar að fara til Íslands eða eitthvað annað, þannig að það var óþægilegt eins og núna á tímabili núna í byrjun ás og kannski í loka ás að fólk gat komist inn í Evrópu á þess að þurfa að sína próf inn á marga áfangastæði en þurfti að gera á Íslandi. Það var ekki flækisteg og en það sem var eiginlega verra í þessu þegar þetta var svona óvissa, þegar það var að breyta þessu fram og tilbaka, þá var þá allavega betra að þú vissir að þú væri að fara til Íslands að þurftur að sína próf sko. Og ég til dæmis fór til Bandaríkjanna rétt eftir að opnuðu hana í nóvember og þá voru þeir með einhver reglur sem enginn almennilega vissi og maður vissi ekkert, ég bara var að lenda hann í Bandaríkjum, ekkert hvort ég var með réttu prófin eða hvort ég átti að vera með PCR eða antigen eða hvað því þetta var allt svo nýtt, þessi óvissa sem að er vest en við skulum vona að við þurfum ekki að ræða þetta miklu meiri framtíðin sko. Nei, klart. Nei, algjörlega. Þú varst náttúrulega með Infopress Group í Austur-Evrópu sem er okkar uppáhaldsprentsmiða. Já, hún er þetta er smá pöngara ferill hjá þér sem forstjóri. Þú ert ekki þessi típiski jakkafætta forstjóri sem maður ímynda sér sko. Þú ert líka með prentaður flúr. Þetta er svona, ef ég væri forstjóri eins og Birgir og ég myndi fá þetta CV í grilli, þetta væri þessi maður heldur veðraður, myndi ég segja. Það er búið að keyra hennan bíl þessi. Það er eins gott að maður fara í þess aðgerðna sem var þetta á hann. Já, ég náttúrulega, ég fekk það tækifæri að flytja til Rúmeníu og það var þannig að það voru íslenskir fjárfestar sem voru búin að, það var náttúrulega var hann eitthvað tímabil upp á 2000 þar sem að íslensk fyrirtæki voru mikið að fjárfesta í, þetta var svona svolítið þannig að sér þetta eftir á að sko bankarnir voru svona svolítið að sjá bara að alþjóðlega viðskipta bara umhverfi og voru að fá svona prospektus eins og ég var að segja að ég var að prenta og það kannski þeim barst svona einhvers útboðsgögn fyrir einhver, hvað ég var að segja, bara bakarískeðju í Tékklandi eða eitthvað svona, ég finn eitthvað upp sko, þá bara heyrðu við ekki að reyna að selja milljónið þetta skilur og það var eitthvað svona líkamsrættar eitthvað í Danmörk og þá alltaf þurfti að selja world class það sko og nú er ég ekki að tala um einhver smáatriði en það held ég að það hafi svolítið verið þannig heyrðu þið erum eitthvað eigið fjæði við skulum lána ykkur skilur og þetta verður geggjað sko því þið hafið svo geðvikslega mikla þekking á rekstrinum sko og þetta var sem sagt það voru sem sagt hópar íslenskir fjárfestar sem keyptu hafi verið í prentrekst á Íslandi svona þokkalega stórir og keyptu nokkrar prentsmiðjur, einu í Rúmeníu, einu í Búlgaríu og eitthvað svona, Póllandi og Bandaríkjunum og síðan var ég með minn bakgrunn, þarna var ég búin að vera fórstjóri Iceland Express þannig í 2 ára eða eitthvað og var sem sagt þetta var orðið þokkalega stórt hjá þeim var búið að vera sem sagt framkvæmdastjóri í þessu fjárfestingafélagi sem var að reka þessa prentsmiðjur og síðan eftir mjög stuttan tíma þá kom það í ljós að það þurfti kannski að taka hans meira svona hands-on rullið þarna, þannig ég fór sem sagt flutti til Rúmeníu og fórum bjuggum til svo kallar grúp og saminuðum reksturinn í Búlgaríu og Ungarlandi byggjum stóra prentsmiðju þar og svona, þannig þetta er náttúrulega bara geðveikislega skemmtilegu tími áhugaverður og endaði svo bara þannig eins og með margar sjóferðir í þessu að það kom þetta svo kallar hrun og móðufélagið svona veiktist á Íslandi og okkur tókst að selja félagið ekkert einhverjum rosalegum plús en allan svona koma félagin út úr ábyrðum og alls konar og ég kom heim einhvers 2010 held ég og félagið er bara ennþá risastórt og það er mjög gaman að sjá það að þetta félag sem vorum að reka úti var aldrei í neinum krökkum þetta var bara móðfélagið sem var í klípu brotnuð einhverju kofinantar og svona
og öll okkar plön okkar fjárfestingar og allt hafa bara gengið upp og það er mjög skemmtilegt að sjá að síðustu 10 árum að það hefur bara gefið góðan ávöxt og mjög sorglegt að Íslendingar hafa ekki raun og veru sitið að því sko. Ég heldur reyndar að það hefur svo óbúslega mikið af sko, verðmætum sko, tapast eftir hrunið bara hvernig það var unnið úr þessum eignum sem var búið að safnast inn í íslenska fjárfesta. Það er ekkit endilega þurft að vera að bjarga tilteknum fjárfestum. Bankarnir hefur bara getað eins og koma alveg á daginn sko. Það væri hægt að keyra þessar eignir bara miklu betur áfram, halda betur þetta og ég held að svarið því sé bara pólitík sko. Og þess vegna er ég ekkit sérstaklega aðdáðandi að blanda þessu saman en bankarnir hefur getað held ég haldið utan þetta og fleiri önnur fyrirtæki sem ég veit til og eru selt bara réttum tímapunkti nokkur árum setna sko. Því þetta fyrirtæki til dæmis var selt fyrir marga milljarða sko. Mjög skömmu síðar sko. Og þeir sem að eins og ofta nú, þeir sem að kveiktu eldana fengur nú ekki að njóta þeirra sko. Nei. En þú valdi Búkarest sem áfangaslega eftir þetta ekki? Jú, það er Hjóðu því, ég held að vera Búdapest, nei, það var þetta Búkarest. Já, nei, við flugum ekki, fórum einhver leiguflýja þangað plegin daginn sko. Ég bjó í Transilvaníu. Já. Og þessi prensmiða sem voru með svona sjálfur reksturinn, svona risastór prensmiða var í miðri Transilvaníu sko. Þannig að það er var bara alveg frábært sko. Algjörlega. Þú lentir í alveg celebrity beefi á dögunum við drottninguna Drífu Snædal, forseta ASÍ. Hvað snerust þær eru nákvæmlega og eru þið búin að slíra sverðin? Mér langar líka komin að Drífa kom með ýmsar sneiðar og svo myndu kalla það jafnvel heilt bakari þegar hún talaði aðför að launafólki. Já, þetta búið alveg rosalega áhugavert ferli með Play og þetta var kannski, ég ætla nú ekki að segja áhugaversti hlutin við það, en það var allavega neikvæðasti hlutin við það sko. Og ósanngjarnasti hlutin út af því að það var mjög sérstætt að vakna við það og höldum því til að haga að Play núna, við verðum með 300 starfsmenn í sumar og þetta eru 300 starfsmenn þetta eru 300 nýstörf sem að skapast á Íslandi og við verðum í sko rúmlega 500 á næsta ári sko. En þetta er gríðalegt uppgangur fyrir Íslands þjóðfélag í talningu ferðamennina sem var komið til Íslands. Þannig að það var mjög sérstætt að vakna við það einn daginn að við værum hættulegasta fyrirtæki í Íslandi og þetta var einhver alvarlegasta ógnum í íslenska verkalýðshreyfingu ég veit ekki háa herrans tíð og allir sem komu að félaginu þarna var félagið í skráningaferli það var búið að vinna áreiðanleikakannanir það var búið að skoða þetta allt ofan í kjörin þetta voru fréttir fyrir alla sem kom á málinu sko. og þetta var málið skoðað og kallað eftir gögnum frá þessi hvað að tala sko. Og þessi gögn hafa bara ekki komið þetta er bara einhverja svona upprópanir og einhverjum pólitískum tilgangi sko. Já, þetta var þetta hafi verið aðferð bara á skipla á ákveðnum tíma líka þegar í skráningaferli eins og þú talar Já, þetta hefur alltaf verið mjög sérstakar tímasetningar á þessum upplöfum sko, og það er einhvern veginn alltaf að passa við einhver hluti sem við erum að gera. Þetta snýst það að sko nokkur áður, við skulum segja kannski svona 1 ári áður, var Icelandair í endurskipulagningarferli útboði og var líka í kjaradeilu, mjög harðri kjaradeilu við sín stéttarfélög og sko kjarasamningurinn sem að Play var með og er öðruvísi en þessi kjarasamningar sem að Icelandair samdi og ASÍ hafði það helst að athuga að við værum ekki að gera samninga við flugfreyjufélag Íslands sem að þau töldu á einhverjum ástæðum að væri hið eina sanna sko stéttarfélag fyrir flugfreyjur og flugliða á Íslandi. Það er samt félagafrelsi í landinu sko. Þannig að það bara stenst ekki sko. Þannig að það er ýmislegt annað í þessum kjarasamningi okkar sem passar ekki við þennan tiltekna kjarasamning sem að Icelandair og flugfreyjufélagið með og það er ógnun við flugfreyjufélagið og starfsmenn Icelandair sem ég hef bara mikið respekt fyrir því að þau séu sinni kjara baráttu sko. Þannig að því að okkar samningur er löglegur og stenst alla skoðun og við getum rekið félagið okkar á lægri launakostnaði þá get ég alveg séð það að næst þegar að Icelandair fer í viðræður við sína viðsemjendur þá hljóta þeir að vilja benda ykkur. Já, akkur getum við ekki gert eins og þeir sko. Og það er ógnun og ég get alveg séð það við það félag. Það er samt alveg áhugavert að við erum líka að gera samninga við flugmenn okkar. ASÍ hafði ekkert það að segja. Því að félag íslenska atvinnuflugmanna er ekki ASÍ sko. Þannig að þetta er einhver hagsmunagæsla fyrir
fyrir bara félagi ASI sem ég hef bara alveg virðingu fyrir, en auðvitað var þetta algjörlega út í kortinu sko að hvetja til allan almenning, alla fjárfesta bara til að sniðganga félagið og geta svo ekki sýnt fram á neinn gögn það. Ef að ég hefði bara áðan að ég komin í eina bransa heyrt sko ASI tala svona, þá hefði ég sjálfsögðu haldið að hérna væri bara alvöru pottu brotin sko. Hérna væri bara eitthvað algjör bara hneysa á ferð sko. Og það enginn sem kemur að play, hvorki hluthafar stjórn, ég, aðri stjórnendur, starfsmenn sem að myndi vilja taka þátt í svoleiðis uppákomu sko. Þetta mótili byggir bara ekki að nýða skóina fólkinu okkar. Orðaræðan var mjög hörð, hún var bara... Já, fannst þér þetta koma niður að play? Já, sko, augljóslega ekki í hlutafjárútboðinu og ekki áhuga fjárfesta, alls ekki áhuga almennings, farþega. Við erum núna að ráða 150 nýja starfsmenn og það voru 5.000 umsóknir sem bárust, þannig að við getum ekki kvartað því að það sé ekki áhuga að vinna á félaginu, en þetta er rosa neikvætt. Já, þetta er leiðileg umræða. Þetta er rosa neikvætt fyrir, ég meina, bara okkur sem stöndum á félaginu. Mér hefur fundist þetta bara, ef ég má bara tala persónulega, mjög leiðilegt að þurfa að standa í þessu, að því mér finnst þetta ósanngjarnt. Af því að ég myndi halda það ef einhver ásakar þig eitthvað og þú segir, heyrðu, viltu vinsamlega sýna mér hvað þú ert að tala og það kemur bara ekkert nema bara fleiri ásakanir, sko. Þá finnst það að frekar ósanngjarnt að þurfa að sitja undir því endalaust, sko. Og svo þetta ekki síst leiðilegt fyrir fólki sem er að vinna hjá okkur. Það er ekkit gaman að vera kannski bara að vinna hjá fyrirtæki sem þú ert stoltur eða stolt að vinna hjá og þú kemur bara í eitthvað partí eða einhver afmælisveislu og fólk segir, hvað ert þú að gera núna? Ég er að vinna á play. Farðu nokkuð borgað? Er ekki verið að fara illa með þig? Já, bara hvernig getur þú látið bjóða þetta? Þetta er alltaf bara rosalega súrt fyrir alla, sko. En þetta hefur ekki, þetta var ekki skadað fyrirtæki sem slíkt, sko. En ég myndi alveg segja að þetta hafi skadað ASI, sko. Því að þetta er svolítið úlfur dæmi, sko. Þegar næst held ég þegar að svona yfirlýsingar koma, eins og við höfum kannski bara séð í verkalýsreiningunni upp á síðkastið, þetta er nú svolítið yfirlýsingar glatt umhverfi greinlega, sko, að þá er ekkert vissum að fólk taki að mikið marka á þessu eins og ég hefði bara búist við að þetta væri einhver forleikur því að Kveikur væri bara næstu viku með eitthvað expose, skilur við, þetta væri bara eitthvað þrælakista en þannig að já, þetta var svona Já, bara svo hænsnabúðan Já, eða einhver bara eitthvað mannsal eða einhver verið að fara illa eins og kom í ljós með einhverja erlenda verkamenn eða eitthvað svona, skilu, það sem maður vill að stéttarfélög og við höfum bara, og ég hef bara virðingu fyrir stéttarfélög og ég hef ekkert á móti því og ég bara, að fólk sé í stéttabaratu og launabaratu og þá að vera bara, hvað maður segja, þá að bara vera gagnrýn umræða á milli atvinnurekanda og stéttarfélaga og þetta er bara eðlileg dýnamík á marka, við búum bara í velferðarsamfélagi í Skandinavíu og við viljum bara hafa þetta svona, sko. En þetta var mjög sérstætt og leiðilegt að fara í gegnum, sko. En eru þið búin að sættast? Nei, þetta varð aldrei neitt. Þetta voru bara svona, þetta voru bara yfirlýsingar og eru bara yfirlýsingar og ég bara býð ennþá eftir að gerist eitthvað. Ég meina þið sjáu bara hörkuna sem hefur verið í bæði Eflingu og jú, það var vissilega aðeins í eins og til dæmis gagnvart okkar samkeppnislega Ísland ég meina það er félagsdómur hér og félagsdómur þar ef það er einhver réttur brotin í kjarasamningum sem eru þetta bara ferli sem að hlutin eiga að vera í. Það eru ágreiningur og aðilar koma með sína hliða málinu og svo er einhver úrskurð. Þetta er réttarríki sem við búum í. Þannig að það er ekki gaman að sitja undir einhverjum ásökum sem að viðkomandi aðilar heldur ekki tilbúin að bakka upp með neinu, sko. Það er, þú veist, ég get bara ekki kallað þig þjóf alla daga, sko, og bara þetta eru bara einhver meiðirði, skilur, og róur, sko, nema ég komi bara að sína einhver gögn eða bara hennilega kæriði fyrir lögreglunni, skilur, og það á sér eitthvað ferlis, þetta var allt mjög skrítið, sko. En aftur held ég að þetta sé svolítið mikil pólitík, sko, sem að ég, eins og framöfu komið ekki mikil aðvandi, sko. Algjörlega. Já, Tómas Þóroddsson, meistarakokkur, ég fæ ekki nóðið að tala um sko. Ég fáið sem elskar gælur meir en ég. Já, hann vill fá flugvöll á Selfoss, veit ég. Já, með kökunum og bakkelsinu á krúsinni. En hann er einfallega með tvær spurningar. Annars vegar, hvert á hann að skella þér í frí? Já, hvert á hann að fara í helgaferð? Helgaferð, já, byrjum að því. Já, með play, já, ég segi alltaf Barcelona, sko. Já, helgaferð alveg nóg? Nei, það er alltaf nóg, sko. Nei. Þetta er bara svo ódýrt að hann getur farið í margar helgaferð, sko. Já. Nei, ég meina,
ég er mjög Barcelona maður sko. Það er allt í Barcelona sko. Bara með veður og veitingastæði og strönd og klúb. Ég er svo hrættur við að annarkoð maður að rændur þarna. Já, ég hef ekki lent í því sko. Nei, ok. Það er, ég veit, sko, þá er máli að borga lítið fyrir flugmiðan og meira fyrir hóteli sko. Þú ert bara greinilega á svona lélegum hótelum sko. Og í lélegum svona hverfum sko. Já, það er máli, ég eyði öllum peningunum í flugmiðan. Já. Man missir ekki svona tækifæri sko. Sumarfrí í sumar, er það sama Barcelona? Eða tenni? Fyrir hann? Já, ég meina ég held að fólk verði nú að fara til Bandaríkjanna sko. Já, það ekki? Já. Ég er rosa hrifinn af þessum New York Stewart flugvelli sem við erum að fljúga sko. Ég farið þarna sjálfur og það sem er að gerast þar að það er sko eitt stærsta Legoland í heimi þarna. Það er ég var í París daginn, var að tala um einhver blaðamenn og þau eru alveg að missa sig yfir þessu. Það er eitt stærsta sko svona premium outlet mall í heiminum þarna. Koma held í 20 milljónir manna á ári í þetta dæmi og alls konar svona designer dót þarna og skýtu ekki neitt sko. Það er þarna bara rétt á þessum flugvelli. Þannig sem er að gerast er að fólk er að koma þarna, leigi sér tildelega svona góða gistingu á frekar góðu verði og er síðan að taka dagsferðir inn á Manhattan inn í New York í staðin fyrir að koma og hótel, þetta er mjög dýr í New York sko. Þannig að þú ert þarna í einhverju svæði sem er bara frábært fyrir fjölskyldur og svona og svo viltu kannski taka 1-2 daginn á Manhattan þá er þetta bara klukkutími skilju inn í bæinn sko. Þannig að ég held að þetta verður heita sumarfrí fyrir Íslandinga sko. Barcelona, New York. Ekki slæmt. Nei. Gambino menn, þeir vilja vita hvernig venjulegur dagur í lífi Birgis? Já, góð spurning sko. Ég er rosa góður í því. Ég er ekki svona rútínumaður. Ég er frekar óskipulaður sko. Þannig ég er ekki svona á fundum, ég horfi ekki á vikunum mína og er bara sko bókaðar alla daga alveg bara hitti þig alltaf á miðvikudaginn kl. 3 eða eitthvað svona. Ég er rosa svona fljótandi og til þess að ég raun og geta bara tekið þau mál sem er í gangi en ég tala við fólk svona 80% deginum sko. Ég set eiginlega bara eins og það heyri hvað ég tala mikið núna sko, sem ég ger ekki persónulega sko. Nei. Það er svolítið áhverð sko. Ég er ekki svona outgoing maður persónulega sko. En í vinnunni þá set ég bara eiginlega stanslaust og er að taka spjallið sko. Og er bara að tala við stjórnendurna mína og alls konar fólk og bara svona styðja fólk og veita þeim svona koma sér stuðning í sínum verkefnum og þannig að það er ógeðslega töff að geta sagt ég náttúrulega vakna alltaf kl. 5 og fyrir ræktina skilju og svo eitthvað svona ég er náttúrulega ekki þannig sko, ég bara vakna og tala á konuna mín og hefur gaman sko. En hvernig hreyfir þig? Ég er ekki nógu duglegur í því sko, ég reynir bara að labba og svona sko, ég er húlatur sko og er bara þú veist, já, bátt með að trúa því einhvern veginn. Ég er rosalega mikil aumingi sko, þú veist, þannig að ég nýfarin að læra á skíði og ég er búin að vera svo mikið músík, við kannski ekki tala nú mikið um það en þurfum reyndar ekki að tala um það en það þýðir samt sko að ég hef sko ekki haft neitt tíma sko í kannski núna 10 ár fyrir neitt hobby sko, þú veist, ég spil ekki golf, ég fer ekki á skíði, tefli ekki. Það er nú bara því eins og ég er rockstjarna en já, þannig að ég er svona nýfarin núna að haga mér svona svo fullorðin maður ég er búin að lofa konunum minni, ég þarf að fara að læra á skíði og svona, en ég er svona hægt og rólega svona átta mig á því að mér finnst gaman að labba og svona en ég vildi óska ég geti logið að ég væri 5 sinnum í viku í ræktinni eða eitthvað svona en ég er ekki það sko. Talaðu þessum trommundar. Já. Top 3 bestu trommar allar tíma. Þetta er ekki spurning sko. Það er alltaf Dave Lombardo trommarinn Slayer. Það er já, það er nokkri maður. Þetta er ekki spurning. Það er já, ég er svolítið tungar á hverju sko. Þannig að þetta liggur svolítið þar Mike Bordin í Faith No More og svo til þess að flækja aðeins Jeff Porcaro sem trommarinn Toto sem er mikil. Já. Þannig að en svo get ég haldið áfram með allan dag. Það er góða við músík og til dæmis ekki eins og skák að þú getur ekki bestur sko. Þú veist, bara þessi 3 menn sem ég er búin að minnast að núna er kannski bestur í þessu tilteknu tónlistastefnu sko, svo er einhver annar sem er geðvikilega góður í, til dæmis ég er ágætist rocktrommuleikari, ég get ekki spilað sko jazz, ég kann ekki lesa nótur sko. Þannig að það er einhver allt annar á Íslandi sem er svakalega góð jazztrommari en gæti ekki tróma það sem ég er að tróma sko. Þannig að það er
þetta svona það ekki að keppi í þessu sko. Ein spurning frá mér því að þú vildi fleiri tónlist hvernig að vinna með Dimmu og Bubba? Bubbi erfiður? Nei, Bubbi ekki erfiður. Bubbi hann er náttúrulega Bubbi er náttúrulega maður sem ég hef svo mikla virðingu fyrir að hann er náttúrulega búin að vinna svo mikið í sér að ég veit ekki hvert að sé þessa sýningu núna sem ég mæli með allir sjáu sko, nýju líf og sér bara sko, ferill mannsins bara þroska sögu og ég veit ekki hvert að sé þetta sko. Svo þegar hann kemur í lok sýningarinn, ég er búin að sjá hann tvisvar, ég er farið að hágráta í bæði skiptin sko. Sér bara hvað sem gerist fyrir mannin bara, og svo bara kemur hann bara lappandi inn á sviðið sko. En hann er rosalega hann er rosalega svona þroskaði núna sko. Hann var kannski ekki eitthvað þroskaði 1980 sko. En þetta er maður sem maður getur talað við og lært rosalega mikið af, sérstaklega við svona bara hann er búin að gera allt og hann bara minnir mann á það sko, að það er fjölskylda sem skiptir máli verður góðu kona en elskaði kona en og svona hlutir skilur sem að kannski svona nagli eins og hann myndi ekkert eitthvað ætlast til að hann segði þetta en hann er bara búin að lenda í sjálfum sér svo mikið þannig að hann er svo þroskaður sko. En svo er hann alltaf pönkar hann er vist gaman að æsa fólk upp og segja alls konar hluti og svona sko. Hann er alltaf snillingur í að maður er alltaf búin að vera sko frægast Íslendingurinn í 40-50 ár sko. Þannig að það er ekkit nema út af því að hann er snillingur og veit alveg hvernig að halda sér alltaf í umræðinni og svona, þannig ég hef mikil veringur og honum, hann er mikil vinn minn. Það var alltaf að fá að spila með honum, ég náttúrulega þegar ég var að byrja að spila trommur þá bara var ég að sitja inn í herbyggi þegar ég var bara 8-9 ára skilur og 10 ára eitthvað, bara með headphone og var að spila með Ego og utangarsmönnum skilur. Þannig að bara fá að sko sita með honum á sviði og bara, eða til dæmis segjum bara Þjóðatíð í Vestmannaeyjum og spila bara, þið munu öll deyja, þið munu öll brenna skilur, Hiroshima og bara Bubbi Mortens snýsir við og horfir á þig skilur og þú sér bara alla brekkuna öskra skilur, þetta er náttúrulega bara, þú lappar ekkit samur af því sviði skilur. Nei. Þannig að ég hef alveg verið opið með það og ég held ég við allir dimmustráðinni skilur að þetta er náttúrulega bara algjör æsku draumur sko að fá að spila og þetta átti bara að vera einu tónleikar, þetta endaði 3 árum sko. Já. Áttu ekki að góða Bubbasögu? Já, ótrúlega marga Bubbasögur sko og það þarf að kaupa bókina mína. Já. Það eru alveg margir kaflar um Bubba en hann er alveg magnaður. Hann er náttúrulega stundisesti maður sem ekki og duglegasti maður sem ekki og þannig að ég er búin að læra mikið á hann sko. Ertu alveg hættur með Dimmu? Já, ég hætti Dimmu fyrir held ég 3 árum sko og við vorum rosalega unnum mikið og ég byrjaði held ég bandinn 2011 en þetta voru einhver held ég 88 ár og við vorum í raun og veru með 2 koncept eins og þú segir sko, það var Dimma sko og svo var Bubba Dimma sko þannig að þetta voru eiginlega svona 2 mjög vinsæl hljómsveitir sem við keyrðum sko og rosalega mikil vinna en ég var svona svolítið pínu búin að fá nóg sérstaklega út af því ég náttúrulega átti mér annað líf sem ég langaði að fara svona setja aðeins meiri fókus á sko en ég hef líka verið í mjög mikið af öðrum verkefnum sko, öðrum hljómsveitum með að spila inn á aðra plötur til hliðar þannig að þetta tók yfir líf mitt alveg í 10 ár sko og síðasta plata sem ég trómaði kom bara út núna í október sko. Já. Og mér finnst þetta Bastarður mikið punk þannig að þar ég spila með félagum mínum með Sólstöðum og Skálmöld og fleirum svona þannig að ég sulla í sem þá sko en ég hef því mér ekki mikið tíma í þetta nú sko. Nei. Spurning sem ég finnst alltaf skemmtilegt að taka hún er opin, það er að segja áttu einhverja skemmtilega sögu af einhverju uppákomi, einhverja skrýtni sem hefur gerst bara annarkvort á businessferðlinum eða á tónlistarferðlinum bara einhver svona fáránlega saga. Já, sko ég á mjög margar en það sem mér dettur bara akkurat í hún núna sem kemur upp í hugan sko ég var einu sinni í Rúmeníu og þetta var sko svolítið skrítið sko að sko Rúmeníu er þetta sko land sem var kommunistaríki og það var einræðisríki og þetta fyrirtæki sem ég var fósteri yfir er stærsta prensmiðan landinu sem þýðir það að þetta er svona hluti af hvað maður segja fjölmiðlum og málfrelsi þannig að þetta var rosalega high profile og þetta þótti mér merkilegt að vera útlendingar komnir og einhver svona tiltölulega ungu maður sem að væri fórstjóri þessu sem þeir upplifðu sem mjög stórt og merkilegt fyrirtæki þannig að þetta er mjög mikil svona fjölmiðla víta á þessu jobbi líka sko og ekkert kannski mjög ólíkt í bara sem ég er að fara í gegnum núna sko í play sko þannig að ég var eins og í viðtali
heit Money Channel sem svona bara sjónvarpsstöð sem ég man ekki hvað það einhver 23-4 milljónir manna sem búið í Rúmeníu, þetta svona stórt land og raunur mjög flott land og miklu flottar en við höldum á Íslandi og þetta svona bara eins og CNBC eða eitthvað svona ég í sett og setti að tala um eitthvað, ég man ekki, við erum að gera einhvern anskotan kaupa eitthvað, fjárfesti eitthvað og að tala bara svona fólk eins og ykkur í bara svona live stúdíósetti og tölum bara ensku, bara mjög gaman og ekkert mál, bara tala fína ensku og svona, svo fæ ég eitthvað svona í eyra og það einhver kona sem hann talaði með bara Mr. Johnson, can you hear me? Og ég bara, ekkert mál og þetta bara pródúserinn og eitthvað svona sko og svo heyrði kannski ekki alveg skilju en svona alveg nót til þess að segja heyrðu við erum live eða horfið þessa vél eða eitthvað svona og svo bara byrjaði viðtalið og þetta bara svona drottninga viðtal, bara tveir svona fréttamenn og ég sitt á einhverjum stóli bara svona setti sko og svo bara byrjaði þau að tala rúmensku sko og þá fattaði hún á túlkurinn sko og ég heyrði ekkert í hvað hann var að segja sko. og ég var þetta með eitthvað svona PR fólk með mér sem var eitthvað, þetta var rosa moment skilur og ég bara áttaði mig engan veginn og hvað þau voru að segja og svo bara hætti þau að tala og það bara dauð þögn sko og ég þurfti bara og ég heyrði ekkert hvað PR sagði eiranu þannig ég fór bara að segja eitthvað sko eða veist, ég fór bara ekki eitthvað, ég fór bara að segja það sem að ég var komin til að segja og þau spurði bara eitthvað skilju bara hvernig er að vera Íslendingur í Rúmeníu er ekki bara eitthvað svona og ég bara já við vorum að kaupa nýja prentvél og bara svaraði bara einhver allt öðru en þau vera en augljóslega samt svona í einhverju samhengi ég man bara eftir sko svipnum á þeim sko bara horfða á mig sko þú ert að fá heilablóð og PR fólki mitt náttúrulega bara sko í sko losti sko þú ert vannviti Birgir þannig að þetta var svona mjög einmanna þegar maður vissi að þetta var svona 7 mínútna eitthvað slott sko þetta var rosalega langar 7 mínútur sko wow. Það er svo mjög góð Já, við þyrftum kannski, hraðspurningar, það einmitt á þýsku Nei, en ok, heimskulegasta fjárfesting sem þú hefur gert, persónulega? Já, sko, ég á ógeðslega mikið á trommusettum og það er mjög heimskuleg fjárfesting. Ég veit ekki 10 trommusett og það eru öll svona sérsmíð og kosta ógeðslega mikið og fáranlega vond fjárfesting en hafa gefið mér mjög mikið og væntanlega plássfrek líka já, guðmgóður, sérstaklega nú þegar ég notið þetta í einhverja geimsleur undir þetta og eitthvað konu minni finnst þetta alveg sturla sko og ég er alltaf að útskýra fyrir þetta skipti þessi dolla heyrist svona í henni ég var til að hlusta það samræði þetta er mjög heimskulegt en samt hefur gefið mér mjög mikið en ég myndi ekki ráðleggja nokkur manni að gera þetta sem í fjárfestingatilgangi sko. Nei, ég á ekki að fara að koma með trommusett einu sinni kom einn besti trommuleikari heims til Íslands fyrir 2012 eða eitthvað sem heitir Steve Gadd sem er algjört legend og kom inn og spilaði með James Taylor í Hörpu og var flutt sérstakt trommusett inn fyrir hann og svo var með svona nörda samkomi í einhverju Austurbæ, einhverju svona bíó alveg komið 500 trommar allir að horfa á hann og flutt sérstakt trommusett inn fyrir hann og ég sem sagt keypti þetta trommusett sko og hef aldrei spilað það, ég var bara í töskum sko bara hann sænaði hver einustu trommu sko og svo er ég alltaf að býða þetta hann drepi sko svo ég geti selt þetta sko ég er náttúrulega búin að ljúga koninu minni því að þetta sé bara retirement fund Já, ok Sko þú ert ekki að segja okkur nákvæmlega getur gefið einhverja verðhugmynd hvað svona gripur kostar frá bara svona dýrasta Já, ég meina svona trommusett getur alveg auðvitað verið svona 1,000,000 plus sko bara dollurnar sko en ég meina þú veist þetta náttúrulega er ótrúlega dýrt drasl sko þannig að ég meina já þetta er allavega svona það sem maður vill þetta er svona svo olíuvarni á flugfélagum maður vill ekki segja frá því þú tapar sko Nei. En ég hef svolítið verið í því bara sko ég er náttúrulega engin eigna maður sko en ég hef svona verið að nota bara þann pening sem ég hef náð að vinna mér inn bara í að hafa gaman og njóta lífsins sko þannig að það er fjárfesting sem er allavega besta fjárfesting sko Algjörlega Hver er stærsti samningur sem þú hefur gert á ferlinum? Já, þetta er náttúrulega allt sem kemur af flugi er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega bara milljarðarsamningar, leigja flugvélar og það er náttúrulega mjög stort. En ég er náttúrulega verið komið að eins og til dæmis þarna bara í Rúmeníu, þannig erum við að byggja stórar prentsmiður og kannski, þú veist, hver prentvél kostar kannski 10-15 milljónir evra, sko, og það keyptar nokkra svoleiðis og það byggði upp einhver risastór verksmiðjuhús og ég meina þetta er einhverja svona, ég meina, hvað ég segja, tugir upp í 100 milljónir evra svona verkefni, sko.
oft er það í sko misjöfnum hlutfalli, oft eru sko minnstu fjárfestingarna sem mesta vinnan fer í sko. Já, segjum orðmynda svona, segjum þýðingamesti kannski fyrir fyrirtækið og sá kannski sem þú ert kannski stoltastur af, jafnvel. Einhver svona sem stingur upp úr. Já, það gerist nú alveg hérna í Rúmeníu. Við hérna byggðum upp prentsmiðju í Budapest, stóra prentsmiðju sem var eitthvað svona þessu, ég man ekki einhverja svona örglega tæpar 100 milljónir evra sko, upp á staði sko. En var svona sérstaklega núna því ég fylgist mjög vel með hvað er að gera sig á núna, það er eitthvað sem svona businessplan sem var sett upp, var fjármagnað og hefur bara alveg blómstra á 10 árum sko. Þannig að það var svona alveg bara skot í mark sko. Upp í skeitin. Algjörlega, skeitin inn sko. En þá erum við bara komin að hraðspurningum með því. Rétt. Ertu klár? Ég veist ekki eins og hann væri hraðspurningar. Það er alltaf hraðspurningar. Svo lengi er ekki skák, það var í góð sko. Já, þetta er sem sagt, mér finnst fínt að taka það fram, þú þarft ekki að standa við það sem þú segir, þetta er bara fyrst sem kemur upp í hugan. Og þá byrjum við bara, Birgir, uppáhaldsdrykkur. Bjór. Uppáhaldsstaður í heiminum. Hong Kong. Skemmtilegast við flugbransan. Hraðinn. Uppáhaldslag sem þú tekur í karaoke. Country Road. Uppáhaldslag sem þú spilar á trommunar. Fjöllin Havagað. Þurfu ekki að keyra í Cat Play samstarf? Cat Play samstarf, hvað er það? Chess After Dark og Play. Jú. Besti vinnustar á ferlinum? Já, ég myndi segja Play sko. Fyrir utan Play? Maður, ég verð að segja pass í maður ekki. Uppáhalds matur? Sushi. Uppáhalds gigg á ferlinum? Bubba og Demi Eldborg spila auðvitaðgarsmenn. Uppáhalds hljómsveit? Ég myndi segja Faith No More. Og síðan þú mátt alveg taka smá tíma hana, það er eitt ráð sem myndi gefa ungu fólki sem er kannski bara spá hvernig best að fara á atvinnumarkanum, þegar þú hefur nú farið alltaf óhefbundna leið. Eða samt ekki í raun og veru. Já. Jú, hún er mjög óhefbundna. Já, komum við bara. Já, ég hef með rosa miklu klísju svaru þessar spurningu sko. Það er bara sko, elda hjarta sko. Gera sem hjarta segir. Því það er ekkert að feika velgengni, skilur við. Það er svo auðvelt að segja bara, það er bestu launin í upplýsingatekni, þú ert að vera forritari, skilur. Þú ert bara lélugur forritari, skilur. Þannig að ég fór bara mína leið og hún var ekkert eitthvað plönuð, ég hef bara alltaf einhvern veginn eld bara tilfinguna mína, sko. Og svo þá lendir maður í verkefnum sem maður hefur áhuga og þá því að maður gefur svo alltaf í verkefnin og þá finnst maður sé aldrei í vinnunni. Ég hef aldrei verið í vinnu sem að mér finnst leiðileg eða ég hef aldrei upplifað mig sem vinna mikið, kannski er eins og núna konstantli í play en mér finnst ég ekki beint verið í vinnunni. Það er held ég lykilinn að lýsa hamingjunu bara sko. Algjörlega, þá er bara komið að lokum hjá okkur. Takk hérlega fyrir komin á Birgir. Minn heiður. Ég langaði bara að þakka messanum Barjón, Mosó, Aha, Kölska, Kemi, Loop, Ripley, Payday, Dominos, sjálfsög öllum sem horfðu. Takk fyrir kærlega. Og seinast spurning, hvað er mikilvægast í lífinu? Bara að hafa gaman og vera hamingjusamur og ástfangin sko. Já, ástfangin líka. Takk. Frábært. Takk fyrir. Inn með hann er okkost eins og kaki og timpeland. Ekkert hefur breyst nema nöfn og skemmti stöðunum. Við erum ennþá